Verið velkomin í þennan hlaðarsþátt. Héðinn Unnsteinsson gestur minn í dag og Héðinn vægast sagt áhugaverður. Hann er líka hraður og hann líka klár sem getur verið svolítið eldfeim blanda, þannig að ég átti í fullu fangi með að halda í við hann. Ég halda í við hugsunarstreymið hans og ef þið að hlusta á hann þátt og hugsið, wow, mikið þetta klár gæi og djúvill fer hann hratt yfir. Það hefði átt að sjá hann með blað og penna fyrir framan sig að drita út hugmyndum og skrifa niður aðra hluti sem hann ætlaði að koma inn á sama tíma. Hann kemur víða við og við förum víða í þessu spjalli, en það Héðinn maður margra hatta. Hann stefnumótunarsérfræðingur hjá forsætisráðuneytinu, hann formaður Geðhjálpar, hann starfaði fyrir Alþjóða heilbrigðisstofnunina, betur þekkt sem WHO, átti frumkvæði að geðræktarverkefninu og geðorðunum 10 sem prýddu ísskápa landsins hér á árum áður, voru örugglega eitt vinsælasta ísskápaskraut landsins og hefur undanfarin 25 ár starfað að geðheilbrigðismálum almennt. Hann hefur sína reynslu af þessum málum og skrifaði bókina Vertu Úlfur eigin reynslu af geðheilbrigðiskerfinu. Héðinni samt best lýst með því að hlustenfélag á hann tala, þannig að ég vil að við drífum okkur sem fyrst í þáttinn. Það Krónan, Sjöstrand og Ólífa sem að bjóða ykkur upp á þennan þátt. Hvað í matinn spurning sem auðsvarað af fólkinu í Krónunni. Korter í 4 þjónusta sem einfaldara að velja, finna til og elda allt sem þarf í holla og góða máltíð. Ég skal segja ykkur hvernig, því í öllum Krónuverslunum finnur þú korter í 4 kæli, þar sem búið að raða saman alls konar valmöguleikum í 3 flokkum, prótein, meðlæti og sósa. Þannig getur þú raða saman þinni eigin máltíð, sem dæmi þorskur í hvítlauk og steinselju fyrir prótein, brún hrísgrjón með sveppum í meðlæti og sinnepsósa sem þykir skuða sósa. Allt þetta tekið saman í skömmtum svo fyrirhöfnin í lágmarki fyrir þig. Síðan alltaf hægt að kaupa eina flösku af Ólífa ólífuolíu og hella yfir þetta allt saman. Hágeða ítölsk ólífuolía, svo besta sem býðist fyrir skrokkin og svona bragðgóð líka. Ólífa matvörulínan stofnuð af hjónunum Ásu Reyins og Emil Hallfriðssyni, en Emil hefur leikið knattspyrnu á Ítalíu síðastliðin 12 ár svo þau flytja heim aðeins það besta sem þau kynntust þarna úti. Koffínmagnið í þessum þætti ansi hátt, blessunlega. Hér einungis það besta í boði, umhverfisvæna Helgakaffið frá Sjöstrand, fullkominn bolli, 100% lífrænt ræktað og fairtrade vottað kaffi á örskotsstundu úr svona glæsilegri kaffivél, líka frá Sjöstrand. Vindum okkur í þáttinn og fáum að heyra hvað Héðinn Unnsteinsson, gestur þáttarins, hefur að segja. Gjörðu svo vel. Héðinn, við erum búin að fara víðan völl áður en byrjum að taka upp. Vertu velkominn. Takk. Þú ert áhugaverður maður, myndi ég segja, hvað ég har sagt, út af því að ég kynnist þér út af ég heyri við þig viðtal, þar sem að þú ert að tala geðrækt eða geðhjálp á Íslandi. Síðan sé ég við þig annað viðtal þar sem að þú ert að tala við hann Egil Helgason stjórnskipulag á Íslandi, og svo þriðju kynni mín að þér þegar ég sé segul á ísskáp þar sem að standa lífsorðin 14 og ég að lesa við og ég hugsa, þetta ansi góð orð hérna. Já, hver ætlaði að hafa samið þetta? Og neðst niðri stendur héðinn.org held ég og og hugsaði, nei, ætla þetta sé hann Héðinn sem búin að vera á vegum mínum núna 2 ára. Þannig ég lét ekki segja mér þetta 4 sinnum og heyrði í þér og var aðeins að spjalla við þig og þú sagðir mikið, margt og mikið og sem kom mér á óvart og sagði mér síðan að lesa bókina Vertu Úlfur og ég ætla bara svona að þakka þér fyrir að hafa bent mér á að lesa hana, því að ef ég hefði fengið þig hingað í viðtal áður en lesa hana þá held ég að við varum að koma svona á allt öðrum forsendum. Sú bók segir svolítið mikið þig. Hvernig myndirðu lýsa sjálfur? Hver ertu og hvað gerur? Já, sko, ég náttúrulega bara afsprengi foreldra minna eins og allir aðrir og þess vegna sem ég fæddist, sko. En svo mótast maður á æsku árunum og ég held ég sé, sko, í grunninn ég held ég sé góðu maður. Ég allavega það býr í mér svona þráður manngæsku, myndi ég segja. Maður reynir sitt besta. Auðvitað egóð alltaf sterkt á unglingsárum og maður ungu maður, en já, svo þegar árin líða þá finn ég að það þessi þráður í mér að eins og held ég bara í öllum að vilja að þetta gott að sér leiða og já, mann fyrir að hætta að standa sama, maður stendur minna á samum, að fá heiður af eitthvað, skilur eitthvað svoleiðis, að fá að klappa á baki og það allt saman og fyrir að líta á þetta bara, heyrðu, mitt náttúrulega hlutverk hérna á jörðinni að koma erfðaefnin áfram. Mér að mín bestu vitund ekki tekist það, en ég get allan að reynda að vera góð við alla hina sem hérna, og hvað ef ljósið mitt í þessu efni lifir af í 80 ár,
ef ég setja á 100 ára tímalínu sögu mannkins, þá skiptir það bara ekkit svo rosalega miklu máli, en allir sé ekki best að reyna að gera sem mestan kollektív heill fyrir sem flesta á meðan maður þó hérna, vegna þess að lífið mjög stutt, sko, og ég ekkit viss að sé eitthvað annað eftir það, og þá nú best að reyna að njóta þess í botn, sko, og reyna að gefa af sér sem mest til heildarinnar, því að ég held að persónuformið við í víðustum skilningi sé miklu merkilegra og mikilvægara heldur en ég, vegna þess að við erum tré, ég og þú Snorri, og stöndum í skógi og erum kannski mörg 100 ára gömul og það eru mörg 100 eða 1000 trjáa í skóginum, þá öll þessi tré bara tré, en þau eiga rótarkerfið sem liggur undir þeim allt sameiginlegt og það eigu við tveir og allir þeir sem eru að hlusta sameiginlegt. Þannig að mér finnst rótarkerfið vera mikilvægara en tréið. Heildin mikilvægur en einstaklingurinn? Já, einstaklingurinn gerir heildina mikilvæga, já, og getur gert heildina miklu betri eftir að vera betri einstaklingur, já. En ég á því að maður eigi jafnframt sem maður hugar vel að sjálfum sér, sem maður setur grímana fyrst og gefur mér eitthvað upp á í flugi, að maður eigi að leitast eftir fremsta begni að gera sem mest fyrir aðra, já. Þetta eins og ef að nú einhverjur hlauparar að hlusta, þau tengja örgulega mikið við það sem að Eliud Kipchoge, besti marathonhlaupari allra tíma, segir að 1% af mér ekkert með við, 100% af mér ekkert með við 1% af liðinu. Já, í sko mestu einstaklingsíþrótt allra tíma, þar sem að þú einn ferð á startlínuna og þetta að komast sem eins rætt og getur að endalínunni. Já, en það líka bara hvernig þú hugsa sjálf. Ég hef alltaf, sko, þú spurðið mig hvernig ég væri, mín hugsun, ég veit ekki hvað hugsun eins og það veit það enginn, hvað hugsun, en ég hef alltaf verið heillaður á svona makrókenningum. Ég hef verið, sko, að það mástu með Indrið þarna, Jóni Gnarr og þeim, Indrið var alltaf laga opnin eða hvað var að gera, ég var ekki þessi Indrið, ég var meira að hugsa hlutin í stærra samhengi, skilur. Já, Indrið var svolítið mikró. Það var mikró, sko, ég þá að fara að hugsa mér nú opn, skilur. Þannig að það er alltaf svona loðað við mína pælingar, svona sér stærra samhengi, allan að stórt í mínum huga, kannski lítið í heildarsamhenginu, sjálfsögðu, en það hefur verið alltaf þannig, já. Og í þinni vegferð að gera bara öðrum gott og gera heiminn betri, hvar hefurðu staldrað við? Hvernig svona þín vegferð hingað til? Hvað nám og starf var það? Já, sko, ég fæddist í Borgarnesi, ég fæddist reyndar á Akranesi sem erfitt fyrir sem að Borgarnesinga að segja, sko. En mér finnst það ekki erfitt, það bara 20 mínútur í burtu og munar rosalega litla á breiddargráðum og því öllu saman. En ég ólst upp í Borgarnesi. Hjá Magga Eyjóls? Já, hjá Magga Eyjóls, já. Hann hét að ég var strákur, hann var nú 5-6 árum eldri en ég, 7 árum og bjó hann á móti og pappar okkar spiluðu bridge saman og svona, ég umgikst hann stundum og mér veist hann svolítið best típa, já, hann var rosalega kraftur í honum, hann var rauðherður og með svolítið sítt hár og svona. Við erum að tala um Magnús Skeving. Já, Magnús Skeving, hann var þarna og margir fleiri. Og þetta var mjög skemmtilegt samfélag að alast upp í, það var ekki sjónvarp á 50 allt þetta, ég þessari kynslu sem var ekki komið snjallsíman og allt þetta skinnræna áreiti, sko, þá og það var mikið að leika sér úti, svona fallin spýta og saltabröð og allt þetta og tengslmilli kynsluðana voru meiri einhvern veginn, svona fysiskt tengsl, þannig skilur að fólk hittist og ég fór mikið hestbak með pappa og félögum hans og svona. Já, ólst uppi þetta fyrstu ár enska boltans í sjónvarpinu og já, þetta var mjög skemmtilegu tími og það vissi einhvern veginn allir alla í bænum og þetta var náttúrulega miðstöð bænda úr héraðinu, skilur, slátur og svo kaupfélagið náttúrulega en engin sjávarútvegur, skilur, því að það var grunnur fjörðurinn, borgarfjörðurinn og engin skip og Akraborgin hætti að ganga í Borgarnes og svona, en þetta var ótrúlega skemmtilegur staðar að búa á, stutt í náttúruna og mikið af vinum mín voru mikið að veiða og ég fór 17 ára, 18 ára gamall á bát út á Þormásker með 3 félögum og þeir voru að skjóta sel og við komum í land og
og grilluðum selskjöt og ég fór með 4 selsreifa til ömmu minna sem var rættu úr flati á Breiðaferði og hún bara hoppaði hæð sín loft upp og selsreifa, já, þetta er ótrúlegt og 17 ára gamlir og ég man að 15 ára gamall var ég í vegavinnu og á Hesthálsi að bora með Kristófer Þorgeirssyni, hann var verkstjóri og fleirum og ég man alltaf eftir þess að við vorum 15 ára 3 strákar á loftpressunni að bora 2 metra hólu til að setja dínamít í og einn daginn var sprengjumeistarinn veikur og við kláruðum að bora þessar 30 hólur sem þetta dínamít í til þess að lækka hæðina svo vegurinn kemist í gegn og ókleimanlegu tímar og svo sprengjumestari veikunir í vegafinu skúrunum og við vorum búin með 30 hólur stóðum og hvað var að gera og verður, já þið kunnið þetta strákar, þið bara gangið í þetta, þannig að við hlóðum en sprengjumestarinn hafi verið mjög varkár og alltaf sett bara lítið af sprengjefni og mikið af sandi í hólunar en við vorum þreyttir á alltaf að bora þannig að við settum mjög mikið af sprengjefni og minna af sandi og svo færðu vélamennir bæði íturnar og heflan á dóti í burtu en færðu það bara jafnlangt og vanalega og svo held ég að við höfum dregið strá eða rifist það hver fengi að snúa hnallinum þannig að 3-15 ára strákar og svo sprengdu við og það sprakk allt í loft upp og við brutum rúður í jarðítunum og þetta, já, þetta var rosa ég fór að hugsa þetta möllin alltaf aldrei ganga upp í dag þetta var alltaf bara barnaverndarmál og ekki lægi Þannig þú ert líka ofan á allar þessar starfstitla, þú ertu sprengjumestari Já, bara þetta eina skipti, já einmitt Nei, þetta er bara svona dæmi það hvað við gegst einhvern veginn þetta klassíska að skoða fortíðina með glerum samtímans Já, þetta var svolítið öðru sig, þetta var kannski meira svona præmal og maður lék meira lausum hala, meira í tengslu við náttúruna, minni skjáir, minni blá birta. Já, svona öðruvísi áreiti, Minna rafmagn. Minna rafmagn, já, klálega. Og meiri svona, já, leikur og samvera, já. Öðruvísi samvera, fólk er náttúrulega bara saman á tölvunum núna. Og þú ferð síðan í nám í Bath. Já, fyrst þegar ég var bara í menntaskólanum Laugarvatni var þar í framhaldsskóla í 4 ári heimaðist, þannig að ég fór í burtu strax 15 ára heima, Herru, var það þegar að þú fórst í íþróttakennara? Nei, ég fór fyrst í menntaskólan og klára hann þarna á 4 árum og gekk bara mjög vel og mikið þroska próf og gaman að fara að komast að heimaðist, svona ungur og hitta hressa krakka frá Suðurlandi og Vestfjörðum og Austurlandi og alls staðar að, og læra á áfengi og konur og allt þetta sem maður þarf að læra á maður er misvel undirbúin svona 15-16 ára að takast á í svoleiðis í heimaði búa hlið við hlið og sína tillit og umbjörlindi og svona vera bara læra að vera manneskja og það voru 4 ár svo fer ég að fæ Rótari styrk af Rótari til Georgi og þar í heilt ár í námi svona undirbúningu til læknisfræði og það er þar sem fara að gera vart þessi svona mjög örar hugsanir og mikil orka og fjör og flammi Á já, það er nú náttúrulega svolítið erfitt að skilgreina þetta en á svona óvenjulegu stíi Já, ég myndi segja það alltaf mikil orka og það var orðið þannig að ég hlakkaði svo til að vakna mér finnst ekki taka ég svolítið að fara að sofa og bara gaman að vera til já Og þetta er svona það sem að vísir að því sem við þekkjum bara sem manju í dag. Já, þetta er svona forleikur að prelúða að manju, oflæti, já. Það er þá, ég man alltaf eftir því þegar ég er með á styrk, það eru fleiri á styrknum, eins frá Sviss, eins frá Þýskaland og Hollandi og ég ætlaði að fara með þessum hollenska á bílnum hans upp til New York, ég var í Georgi til þess að fljúga heim, skilur við, og við höfum þekkst allt árið. En hann neitaði mér að koma með sér og ég fattaði ekki þá en svo hittust við í Brussel lengur setna og þá sagði mér, ég bara treysti mig ekki til þess að taka þig með þú varst bara orðin svo ör og það bara réði enginn við þig Og þú tekur ekki eftir neinu? Nei, ég áttaði mig ekki á því ekki talmennlega Þannig að ég á endanum tekur rútuna manni til Myrtle Beach í South Carolina og var eitthvað að djamma þar í 3 daga með vinkonum minni þar sem bjóð þar og leiði svo bíl og kerði það til New York og heimsótti frænda minn sem þá var í skóla þar í New York 92 og var hjá hann í 6 daga og hann var stöðut í símanum pappa sinn og mömmu mína allan tíma sem ég var hjá honum af því að ég var alltaf komið morgunmat bara til hans 4-5 á mótnana og bara spanað út í 1 og svaf ekkert og var svona orðin frekar ör Hvað ertu gamall þarna? 21-2, já Og fram að þessu bara hið mest hefðbundna líf já. bara skjóta seli á Borgarnesi og það var nú bara eitt skipti, ég skaut aldrei neitt ég var bara með sprengja dínamít já, þetta var bara sem að var í vegavinna og svona en það var engin svona merki það eitthvað væri að nei, ekki neitt þú lýsir þessu ferðalagi ansi
vel og ítalega í bókinni Vertu Úlfur sem svona má segja að sé svona þín sjálfsævisaga. Já, það var svona tilraun til þess að gera upp við þessa óvinnilega orku sko sem ég hef alltaf búið yfir, þessu ofboðslega polariseringu að fara í svona rosalegt oflæti og þegar maður fer í oflæti og missir svona mikið svefn í langa tíma þá fara skilina milli hins svokallaða veruleika og þessu veruleika sem ég bjó við að verða svona þvokukend. Allt í henni fara hlutir að þetta verður svo merkingabært. Ég keyri eftir bíl sem stendur á BA 666 og það þetta tala djöfulsins, það Iron Maiden, það já, Number of the Beast, sko, og skilu tengslahúsinu kom hann að fullt og nei, þetta ekki það. Þetta BA stendur fyrir British Airways, sjáðu, og 6 + 6 eru 12 og 1 + 2 eru 3 og 3 + 6 eru 9. Þetta BA 9. Þetta 9. flug British Airways frá Heathrow í dag og ég fyrir í töflunum að tjekka hvaða flug, já það til Haiti. Herru, ég þarf að fara til Haiti. Skilurðu? Þetta svona svolítið sem getur verið flokkandi eitthvað ranghugmynd en hún algjörlega lógisk, skilur þú ferði yfir hana, en það verið að lesa í tákn og breyta þeim og fá aðra merkingu út úr þeim en þau eru raun og veru ætli fyrir, af því að bílnúmer eru náttúrulega að hafa enga merkingu, eða kannski hafa það skilur mig, það er þetta og leiðu ert farin að fara og komið þangað að þá ertu farin að spegla eitthvað sem aðri myndu segja, þú ert nú bara eitthvað skrítin, þetta er bara eitthvað öðruvísi. En hversu öðruvísi þarf öðruvísi að vera til þess að sé öðruvísi, skilur mig, það er þetta, en leið og þetta gerist að þá, ég vildi bara með bókin einhvern veginn lýsa þessari polariseringu og svo eins lýsa því hvernig það að sökka niður í kannski dýpsta þunglindi og lýsa því hvernig hugurinn getur fungerað og ekki fungerað og úr hverju hann að mínum viti þessi hugsun samansett og hvernig hún fungerar og það var svona viðleitnin með bókinni og auðvitað setja þetta í kannski annað samhengi og setja þetta í samhengi hamskipta og einhverja forneskju og Íslendingasagna því að svona lundarfar hefur á allt fyllt mannkyninu, alltaf. Geðlæknisfræðin verður bara til 1811, hún bara nútíma fyrirbrigði, skilur og hún litast að góðri viðleitni. Hún ekki altæk, skiluru, og á 111 var sögu Nóbelsverðlaunanna sem voru fyrst veitt 1909 í læknisfræði. Hefur geðlæknisfræðin tvisvarsinnum á 111 árum fengið Nóbelsverðlaun og í síðasta sinn 1949 og þá fyrir framheilanám. Ertu þá að benda á að lítið vitað eða lítið framþróun? Sko, ég bara benda á að þetta er góð, við erum að leitast til og leitast við að skilja og takast á við eitthvað sem er svo óbúslega erfitt að skilja og takast á við og við erum að nota sama verkfærið og við erum að reyna að skilja til þess að skilja það. Skilur hvað ég á við? Já. Og þetta er svo huglag vísindi. Það er engin blóðprófa, þvagprófa, röntgenmynd, það er engin hlutlæg leið til að sýna fram á það hvernig Snorri Björnsson, hvað er í gangi inn í höfðinu á honum. Þetta er alltaf huglagt mat eins á aðila og huglægu ástandi annars. Það eru 2 flúkterandi variabúl og hvernig ætlar að festa höndur á það. Þannig að þetta er góð viðleitni og fyrsta greiningakerfi kemur 1883. Það er ekki fyrir en þá. Fyrir geðræn vandamál. Já, fyrir geðraskanir sem seinna verða geðsjúkdómar. Ég meina á ensku byrjar þetta sem lunacy, sko. Það er svona tengt í úlfin við bókina tunglið, af því að la luna er tungl og fyrsta orð á ensku er lunacy. Fyrsta orð á íslensku er tunglsíki í biblíunni. Jesús læknar tunglsjúka. Og menn tengdu þetta tunglinu og á ensku ferðast þetta svona. Lunacy, madness kemur svo kemur mental illness. En í dag tala menn mental health problem. Skilur, þú sér ferðalagið og geðraskannar voru hér áður fyrir alvarlegastar, það var bara sér kjarni sem við seinna merktum sem skynvillu vandræðin sem geðklofa og hugsanna og svo koma geðkvörf og fleiri svona að menn töldu, telja svolítið alvarlega sjúkdóma. En í seinni tíð hefur flóran farið eins og ég segi 1883 6-greiningum í dag í 600 og það er allt orðið röskun. Feimni er orðið félagsfælni eða skilur, það er allt orðið röskun. Minnsta frávik er orðið röskun og fara að leiða sér einhver einkenni og við þurfum að setja lífvona einkennin en við erum aldrei ekki ofta að takast á við rót vandans. Skilur mig, og á endanum erum við að horfa á það að við höfum þetta orð dis-ease. En hvað þýðir dis-ease? Dis-ease. Ís þýðir jafnvægi.
Dys þýðir ójafnvægi, dysís ójafnvægi. Á hinum endanum ef við tökum tvíhyggjunálgunina ís eða jafnvægi. En bæði kapitalismin og veikindakerfið, þessi heilbrigðiskerfið, vinnur með dysís. Kapitalismin í fullri skilningu hans þarf stöðugt að halda þér í dysís, einhver ákveðnu ójafnvægi, þannig að þið langi, þú viljir eða þú þarnist einhvers til þess að bæta við þig, oft hlutur, skór eða peys, eða hvað það er, til þess að þið líði nú aðeins betur og fáir meira ís. En meira verður aldrei nóg í því samhengi og við þurfum stöðugt að vera í ójafnvægi, svo við séum svona profitable skilur fyrir markaðin, sjáðu til. Já, það er erfitt að selja hamingjusamur Já, það er mjög erfitt og það er ekki hægt að selja heilsuhraustum einstaklingi eitt en eitt. Sko, þannig ert þú að tala að hvar mörkin liggja á því að einhver sé geðveikur eða geðsjúkur þegar hann fer upp í svona oflæti, en þú finnur nú alveg fyrir því þegar þú fer síðan niður í hinpólinn sem er ákveð þunglindi að það er eitthvað ekki rétt. Þú veist, út af eins og þú talar að þélið eins og allt er eðlilegt en vinirnir tölum hvað voru en þegar að þú fernir í þunglindið þá finnur þú nú alveg sjálfur að eitthvað er að þið langaði ekki að líða þannig. Nei, þá kennst maður aftur í raunheima. Ég er einfaldlega að segja, ég 4 sinnum farið upp til himna, eða upp til oflæti, eða upp í oflæti og 4 sinnum farið þarna niður. Og þetta kannski, ef ég verða 8 þá er þetta kannski 7-8% af lífi mínu. Þá spyr ég þar maður að ganga með límmiðan all ævi þó að 92% af minnar hafa verið í ís, eða skilju jafnvægi. En það sem ég er að gera með bókin er að deila þeirri reynslu sem að ég upplifði á sitt hvorum endanum. Svo að við getum lært eitthvað þannig að hjálpa okkur betur að vera á miðjunni án þess að takmarka sköpun okkur á skapandi mátt og sköpunargleði, að því að sköpunin og ímyndunarafli og þetta frjóa, það býr í óreiðunni, það býr í kaosinu, það býr í ójafnvæginu. Við megum ekki bara klippa allt út og gera allt kassalaga og segja bara, svona, þetta, samkvæmt computer says no, skilu. Það verður að fá að vera ákveðin óreiða í samfélögum okkar. Og verður að fá að vera ákveðin stormur í huganum, þannig að tónverk séu saman, þannig að myndir séu málaðar, þannig að það sé eitthvað, skilur, og þetta var náttúrulega rannsóknir sýnt, að tengslin milli geðraskana og sköpunar og skapandi huga eru ótvíræð. Bækur eins og Touch with Fire eftir Kay Redfield Jamison og margar fleiri. Og margir af þessum fremstu skapandi hugum, við vorum að tala um Elon Musk áðan, skilum við það, þeir eru klárlega eitthvað rófi. Ég er bara að benda það að það er ekkert við og þið. Það er bara við. Og það er það sem við erum að reyna að vinna að afmá, að það sé við og þið. Fólkið á Arnarholti og við, skilum það eru allir tiltölulega mjög mikið á sama rófi, en það er eitthvað bara búið að búa til ofboðslega mikið greiningarkerfi og valdakerfi sem nánast svona svolítið tekur fólk til hliðar og já, og mann eru jafnir orðnir og verða greiningum sínum. Ég hitti unga konum daginn og sagði mér, blessa, ég með ADHD og ég með óta mikið fyrir ekki þau, en hvað heitir þau? Skilu, þú veist, narratífan og diskursin eða orðræðin er orðin þannig að við erum farin að réttlæta svo mikið með því að segja, ég er nú með þetta eða ég er nú með hitt. Og bara í dag, í morgun fékk ég post frá manneskju sem ég ekki heyrti í 30 árin, bjóði mitt í Borgarnes á sama tíma og ég, og hún saði við mig að ég og hérna mann og hann þjáist á mikil til kvatísi og langar svo að taka rítalín eða konserta við ofvirkni, getur bent mér ekki geðlækni. Og svo átt við fínt samtal og góða samræður og niðurstaðan var svo einhvern veginn hún ætlaði að leita annar leiða eftir vildi gegnum EMDR, meðferð hjá sálfræðingi, skoða mataræðir, hreyfingu, hugleiðslu, aðra þætti. Það er þessi instant hugsun, ef eitthvað er að, og það virðist alltaf meira og meira vera að, og minna vera í lagi, að þá er instant gratification lausnin pillan, skilju, að bara þessi athöfn að taka eitthvað og setja eitthvað inn í þig og hugsunin þegar ég er búin að taka þetta, að þá verður allt í lagi. En það er ekki þannig. Þegar kemur eins og að Gælensfræðin, eins og ég sagði við á að 1949 eru síðustu Nóbelsverðlaun veitt til sem snúa geðlækning og það var framheilalám eða frontal lobotomy sem allir hrista hausinn yfir í dag. Og eins og við hristum hausinn yfir því eða insulín kóma meðferð eða öðrum góðri viðleitni sem reynd hefur verið, sem reynist að hafa verið bara algjörlega út í hött, að þá er ég viss það að börnin þín og barnabörn munu hrista höfuðið yfir því eftir 50 ár hvað við erum að gera í dag.
við erum bara að reyna að benda á það að það ekkit endanlegt svar, ekkit endanlegt rétt eða eitt svar. Það eru bara mjög margar aðferði við það að vinna með hugsun og huga. Ekkert við og þið. Nei, þú þekkir þetta. Algjörlega. Og umræðan í dag á íslensku samfélagi og allstar í heiminum einhvern veginn svartur og hvítir, innflytjendur útlendingar, Íslendingar þetta, það er aðskilnaður í allar áttir, alltaf 2 pólar. Skilur við mig, og svo alið á sko, einhvern veginn togstöðunum þarna milli. Brunn og Bræðarborgarstíg, hvað það er, það er einhvern veginn alltaf þessi togstriða. Ef við neitum að sjá það sem við eigum raun og veru sameiginlegt og sem er mennskan og hvað það er að vera maður og við höfum reynt í gegnum árhundruð og árþúsund með kristinni kirkju og kristinni trú og öðrum trúabröðum og allskins sko einhvern veginn að hjálpa okkur að verða betri en svo einhvern veginn horfum maður eins og fórsetakostur í Bandaríkjunum og fórset eins og Trump og maður bara erum við að fara aftur að baka, í hvað áttir við að fara sko með mannin, ekki með allt sem við erum bara að gera, flugvélar, lestar, tölvur allt sem við erum bara að smíða, þetta er frábært en það er einhvern veginn og, já, en svo verður mann að hugsa til allra nútíma spámanna Dalai Lama, allra þessara frábæru hugsuða sem er einhvern veginn með heilan á sér í hjartastað, eru bara einhvern veginn og allra þessara kvóta og allra þessara sjálfsjálfabóka og allra þessara gúrúa og alls þessar fólk sem er einhvern veginn að leitast við að hjálpa öðrum en mér finnst alltaf skipta máli og þetta er þóttafullt að segja það en sko hefur eitthvað að segja eða þarft að hafa eitthvað að segja þessi menn sem þeir eru klárlega að þeir hafa eitthvað að segja skilu, það er einhver ástríða, það er einhver kraftur það er einhver en hvernig má það vera við erum með 2 eyru og 1 munn en mér verður stundum sem að séum með 20 munna 2 eyru engin eyru hver á að hlusta þetta sem við erum að segja það er allir í podcastum og já make that sense Já, þú fer við það og ég er mjög gaman að því en mér langar svona svolítið að gera fólki grein fyrir því að þú hefur líka unnið í tengslum við þessi mál og þú vannst fyrir alþjóða heilbrigðisstofnunina WHO Mér þykir það svolítið áhugavert að sko meira að segja eftir að þú vinnur þar og vinnur við þessi mál og virðist þekkja mikið inn á þetta þá ert þú að skrifa bókina Vertu Úlfur og þú ert sko að skora á Mel Gibson skorun og hólm í japanskum bardagalistum og þú ert maður sem að þekkir þetta samt töluvert meira heldur en allir aðrir. Já, sko, þegar að ég veikist fyrst eða fæ fyrst svona oflæti 92 að þá fæ ég bara eitthvað róandi líf og fer svo bara held bara áfram lífinu en svo veikist ég aftur 94, fer aftur í oflæti og þá fæ ég þessa greiningu, þennan dóm geðhvörf eða mani og depressífur sjúkdómur og læknirinn minn, sá príðismadur sem er nýlega fallin frá hann, Snorri Ingimarsson segir við mig, hér er litjum þetta er frumefni eins og járn eða kopar eða hvað það er og ég mæli með því að allar rannsóknir sína að það er gott á að takir þetta alla æfi bara held ég við vitum hins vegar ekkert hvernig þetta virkar almennilega en þetta hefur bara virkað eins og sem er margt annað, það er ekki ennþá almennilega að vita alla æfi held ég þannig að ég tók þetta alveg samvinskusamlega til ársins 2008 ekki miklu mæli, þetta var allir engum aukaverkunum og balanseraði bara vilt og það gerist ekkert á þessum árum 94 til 2008 en 2008 er kreatín í nýrum á mér orðið mjög hátt og það er eina aukaverkunum þess að taka svona litjum að kreatín magn í nýrum það vex og það er ákveðin stöðull sem er miðað við að með ekki fara mikil yfir 100 en ég var komin yfir það og ég var þarna þessum árum búin að vera að stúdera mikið svona hreyfingu sem vildi meina að það væri mjög fínt að takast lyfjalust á við þessar sveiflur og margir hafa gert það og geta það hreyfingu, já, þú sem að tala að var erlendis þegar ég var hjá hús, sko, bara hitti fólk ég ferðaði svo mikið með 40 ferður ári og hitti mikið af fólki á ráðstefnum og alls konar svona, þannig að ég fer að gera tilraunir á sjálfum með og trappa þetta alveg niður. Má ég spyrja skjótin í, ertu að læra þetta og starfa hjá hú út af þú ert forvitin líka hvað er að gerast hjá sjálfur, út af þú ert búin að lenda í þessum, þú ert búin að veikjast þarna
á þessum Já, tíma? ég náttúrulega bara forvit, bara áhuga samir allt frá 92-94 geðheilbrigðismál og þess vegna fór ég að vinna í hug, ég fór að mennta Út af eigin reynslu? Já, bara var forvitun geðheilbrigðismál á flokkin og fljótlega startuðu þessu verkefni geðrækt og geðurinn 10 og það allt saman hann kringum 1999 og alveg með það í 3 ár og keiri það verkefni áfram og gerum marga góða hluti en 2002 fer ég meistarnám til Bretlands og nálgast þessi málflokk út frá international policy eða stefnumörkun og stefnumótun í þessum málflokki og stúdera það þar í 2 ár og tek starfsnám hjá HÚ samhliða því og í kjölfari fæ ég starf hjá HÚ eða vinna að og undirbúa stefnumótun og það var ráðstefna allra heilbrigðisráðherra 53 ríkja sem haldin 2005 í Helsinki og tek þátt í því og í kjölfar þess að þá fer ég að innleiða svona verkefni sem snýra því að hjálpa notendum og aðstandendum í Evrópu, aðalega í Litáen, Albaníu og Georgíu að hafa meira áhrif á heilbrigðiskerfið komandi landa af því að þau voru mjög takmörkuð. En á þessum árum þá ferðast ég víða, ég er í Bandaríkjum Nýja-Sjálandi á ráðstefnum að tala og hinga á þanga og ég fer að kynnast allskyns fólki og hreyfingum eins og ég sagði þér sem er að tala um það að það sé mögulegt og alveg æskilegt að takast á við lindisveiflur án þess að nota allir eins og litjum og á sama tíma kemst ég að því að kreatín er mjög hátt í nýrum þannig að ég tek svona upplýsta ákvörðun það annarkvort verð ég að hugsa nýrun eða skilur og ákveða að prófa að minnka og geri það og það er einhverjum verið kjölfar þess 2008 undir miklu álægi sem ég veikist aftur og En þú trappaði niður rólega? Já, ég trappaði mjög 1,5 ár heldur sko. En veikist aftur og þannig að það var einhverju bara þetta val, ég ítti mér út í þetta með kreatínið þannig að það var málið en allt þetta ferli og þessi upplifun 2008, það sem ég skrif í bókinni sem er frá 2008, sem er reynslan frá 2008-2009 að þetta kennir manni óumdeilanlega mjög mikið sjálfan sig og eigur sjálfsþekkingu sem ítur undir það að maður búi við þokkalega sjálfsvitund þar að upplýstar þekkin og sína parta eins og ég segja því ég stúdera svolítið partameðferð og þá hef ég bútað persónuleikan í 7-8 parta með hjálp fagmanna og þetta geta allir gert og þá er kannski litli drengurinn og hersöðinginn og ungi maðurinn og gamla konan og eldri maðurinn skilur og allir þessi partar þannig að þegar tilfinningar komu upp eða hugsanaferðlar eða hugsanamynstur þá spyr ég mig stundum byrju hvaðan kemur þetta? Já, heyrðu, þetta er litli drengurinn þetta er höfnunin og æsku því að pappans var svo lítið með honum skilur, þannig að maður þekkir betur inn á tilfinningar sínar og hugsanir og leið og fara að skilja þær og skilja viðbrögðin og þá getur þú valið þá áttu val það þegar ég þarf ekki að bregðast við þessu ég ætla ekki að taka þetta nærri mér þó að þessi hefur sagt þetta og þetta gert þetta og þetta af því ég veit að þessi hugsun og þessi tilfinning og þessi reiði að hún er komin úr þessum hugsanaferlum eða tilfinningamynstrum úr æsku frá þessum parti skilur mig, þannig að maður lærir þannig að allt þetta ferðalag þessi 20-30 ári sem geðheimum maður getur notar svona upplifun til að styrkja sig og skilja sig betur. Já, hann er úrspunni svona kortleggja bara nú veit ég ekki hvort ég megi nota orðið hugsanir en þú þekkir þetta aðeins betur þessi bók, hún er ótrúlega góð og bara til hamingju með þessi skrif þetta er bara virkilega skemmtilegur og á sama tíma átakanlegur lestur og maður var ofta að lesa þetta eins og bara eitthvað svona skáldsögu ég smá stundum beið eftir að einhvern veginn kom svona eitthvað kafli það sem útskýrði það sem var raunverulega að gerast en maður einhvern veginn, ég festist allan hann á milli, ég bara veit ekki hvort það væri satt eða ekki og þetta var mjög skemmtilegt og þetta var eiginlega bara svona smá komíst og þetta voru svo í rauninni óvenjulegir atburðir sem voru að gerast og skrýtnir en síðan kemur það þessi ég veit ekki hvað þú kallar það en þunglindið, bara lægðin sem fylgir hæðinni og þá allt í henni var bókin mjög átakanleg. Já, það er oft, í mínum tilfengu hefur alltaf verið þannig að svona ef við segjum að tímabil þessara öfgasveiflu úr svona oflæti niður í dýpsta þunglindi og upp úr því aftur taki svona 2 ár, 1,5 þá er alltaf 10% tímans cirka hjá mér oflæti og 90%
vanlíðan og þunglindi Já, að komast aftur upp, það er bara eins og að ræningjarnir í oflætinu hafi rænt bóðefnabankan í hausnum að þeir tekið allt noradrenalín, dópamin og serotonin og bara tekið úr bankanum og skilja eftir tóma og svo bara vaknaru og það er ekkert í bankanum og þá ertu bara, og það getur ekki þú ert bara, ég vil bara deyja, þú ert bara þar það er bara þannig og þá þarf að byrja aftur, nú þarf ég að setja með plan það er að vakna mótnana, tannbursta bara byrja upp á nýtt og byggja upp í bankan og að reyna með veikum mætti að einhvern veginn að fá okkur merking út úr álætinu að því oft, Jesus, ég sagði þetta þetta er bara eins og sko margar mánuði fyllir í það sem það er enga stjórn og sagðir alls konar hlut og gerðir sko eitthvað en alltaf meðan það gerðist hafði merkingu en þegar þú dettur í þunglindi þá bara þeim áttur að því að sá merkingagrunnur það er bara bull það var ekki þetta 9. flug British Airways þetta var bara bílnúmer sem stóð á BA666 og það þýðir ekki neitt það voru engir sníklarnir að passa upp á þau skilur það, allar hugmyndaheimurðin er bara farin og þá stendur þú bara einn oftast eftir eða ef þá einhver kærasta eða kærasti hefur náða að þóla þig af í þennan tíma og þú stendur einn eftir en alltaf með blóðfjölskyldu þína og nú hefst bara gangan íta steininum upp aftur brekkuna með tóman hormónabanka já, það er bara þannig en þarna, er þá ekki hægt að leysa þetta með lyfjum með því að fylla þennan hormónabanka með bara verksmiðjuframleiddum lyfjum? Nei, það hjálpar en það er ekki svo einfalt til þess að þetta gangi upp þá þarf virkni, þá þarf rútínu og reglu og mynstur og vanamynstur, þar að vakna á sama tíma, gera sömu hlutin að fara, hitta fólk helst og taka þátt í að tilheyra, upplifa sig, hafa eitthvað hlutverk, þessir þætti þurfa allir að vera með. Þess vegna hefur maður svolítið mikla áhyggjur frá sjónarhóli formanns geðhjálpara hvað er að þessu unga fólki núna sem er að missa virknina, er að detta út úr skólunum, er að missa vinnuna, þarf að leita aðstofar, fjárhagsaðstofar, hvað það er, Það er algjör grunddýkt fyrir mjög marga og okkur vel flest að hafa ykkur að rútínu, hafa ykkur að virkni, hitta fólk, jafnvel fá launatekka, Þannig að þetta spilaði með líka. Þar að segja að rútínar daginn sinn hafa virknina, auðvitað hjálpa lyfin til oftast, en þau eru ekki allt góð. Ég meina aukaverkanir þunglyndislyfi eru oft sjálfsvígshugsanir og það er alls kyns aukaverkanir. Þess vegna binda margir mikla vonir við með mögulega framfærir tengdum vitundavíkandi efnum eins og sílósípinni, að það geti jafnvel á næstu árum og áratugum komið í staðinn fyrir eitthvað að þessum þunglyndislyfum sem menn lofuðu svo mjög í upphafi 20. aldar, 20. áratugur, 1994 95 þegar þau koma fyrst. Þannig að þetta er ekki svo einfalt að það bara kom í staðinn. En þau, hjálpa í vel flestum tilfella, en það er svo margt annað sem fylgir og tala ekki ef þau þurfa eitthvað geðróslyf eða eitthvað slíkt, þá eru þau náttúrulega bara eins og þungt flaugjels teppi yfir hausnar og þau sljóka þig og þú setna á fætur og það bara verður allt svo erfitt og sjálfströstið er farið og þú ert ómögulegur, þú kemst ekki út úr húsi, þú þorir ekki að sjá þú út í búð, þetta er bara veruleikinn og þetta eru öfgarnar þarna á milli og það er roðalega erfitt að skýra þetta út og óska eftir hluttekningu eða samkennd hjá einhverjum sem hefur ekki prófað sjálfur það er eitt að líða illa, það þekkjum við öll einhvern veginn. En svo djúpt þunglindi og vanvirkni og er ábærslega erfitt að eiga við og erfitt eftir þessum tími líður að koma sér einhvern veginn út úr og það verður að gerast hægt og bítandi með hjálp margra samverkandi þátta og lifin klárlega einn þáttur þar og sem vonandi verður að sjá við framfæri þar í framtíðinni, það er svo margir ræðið þættir, stuðningur sem standa næst þér og þetta að hafa hlutverk og rútínu og einhvern stað til að mæta á. Þess vegna erum við að sjá svona staðins og hlutverkasetur og fleiri þar sem fólk er að ná virkni aftur og þetta er svo há tala, hugsaðu þér 1990 eru 7500 á örorkubótum á Íslandi, í dag eru þau 22.000, þetta er 200% aukning á 30 árum, þetta er rosa háar tölur en það er munur á því að verð fyrir þau ógæfu að detta af hestbæki og 21 árs og það slitnar að þér mænan og þú ert í hjólastóla sem eftir ræðinar. Það er hræðilega ógjafa, en það er mjög mikill munur á því að þeirri forsendu örorku og þeirri forsendu sem 40% núverandi örorkubóta þegar búa við að 21 árs gamall dastu skóla
greindist með þunglindi, fórst í skilur og farið genið það, fékkst lyfin, fórst í endurhæfingu eða Janus eða virk eða hvað og komst ekki aftur inn, dast inn í skóla aftur í 2 mánuði, dast út aftur, reykti smá hass skilur og misti virknina, dettur á endurhæfingarlífeyri og svo áður hann vist af konu og örorkubætur. Þetta allt önnur leiðin á örorkubætur heldur en þetta hespegi. Og þess vegna er svo erfitt að segja að tala bara í einu yfir alla sem þykja örorkubætur. En auðvitað var það sem mjög sérstök staða í Íslandi í apríl og maí á þessu ári þegar 76.000 manns á Íslandi var á hlutabótum og atvinnuleysisbótum. 76.000, 22.000 örorkubótum. Það eru þá 98.000. 43.000 manns að vinna fyrir ríki og sveitafélög. Það eru 141.000 og það eru 197.000 á vinnumarkaði. Það voru 56.000 á vinnumarkaði að gera eitthvað annað og ekki að þykja bætur að laun hjá ríki og sveitafélög. Og þá spyrir maður sér ef ekki bara fara að borga borgarlaun bara, skilur þið, þetta var staðan í apríl-maí og hún er náttúrulega sem betur fyrir aðeins betri núna en maður hefur náttúrulega áhyggjur að þessu óbærslega háa atvinnuleysisprocent hlutfalli, sko 12% er núna í desember og 21% eins og Suðurnesjum. Þetta eru mjög háar tölur og menn skildi ekki vanmet þetta rof sem verður í líf manneskju að missa þetta hlutverk og fara á atvinnuleysisbætur, skilur, og allt í einu eiga allan daginn byrju hvað að gera hérna, og þetta eru einn á orsaka þáttum geðheilsu. Þegar þú varst að koma þér aftur á stað, var það að ýta steinum upp brekkuna, var það þá þessi, þú nefndir svo einfalda rútínu bara eins og það að vakna á réttum tíma. Hvernig stendur á því að rútínan sé okkur svona mikilvæg? Ég meina við sem bara, ef ég skil það í nútíma samfélagi, ég meina þú þarft að mæta í vinnu og það er kannski svona það sem við eigum sameiginlegt flest bara Íslendingar og flest fólk sem á heima á þessari jörð, en bara fyrir mörg 100 árum þá var engin rútíma ryþmi þannig séð á lífinu öðru sér heldur en bara vakna, veiða og fjölga sér og sem bara sofna. Það er náttúrulega alltaf rútína og ryþma á lífinu og hún liggur bara í náttúrunni. Bara sólin sest og já, við erum náttúrulega ekki svolítið fjarlægst þennan veruleika fyrir 200 árum. Hugsaðu þegar Jörgen Jörgensen kemur siglandi 1809 með þessum bretum sem hann kom með og verður svo setna Jörundur 100-dagakonungur og hann stendur út á Faxaflóa og horfir til lands og fyrsta báturinn kemur á móti í skipinu og bretarnir sem dokumentir þetta lýsa Íslendingunum sem sko fátakum, lúsuðum, drulluðum, tannlausum og grátandi og biðjandum ytri viðurkenningu og athygli. Kannski hefur ekki svo rosalega mikið breyst á þessum 200 árum, en jú, við erum ríkari og við erum mentari og allt það, en við vorum hér áður og erum enn sko háð, við erum partur af náttúrunni og höfum alltaf verið partur af hennar ryþma og það að búa í svona samfélagi það sem eru svona rosa sveiflur. Það hefur aldrei velti fyrir þér að búa í Ekvador eða búa við miðbögg og þú vaknar okkur með einstu degi og dagurinn er alltaf eins, alltaf jafnlangur, það er bara engar variationur á birtu, whatsoever, skilur við. Hér sko að við búum í svona rosalega tvípóla samfélagi sem er bara, 21. desember og 21. júni er bara eins og, ég veit ekki hvað, bara svart og hvít sko. Það er bara ekkert sameiginlegt með þeim nema að þú veist að þetta á sömu jörðinni. Þannig að við höfum svo sem alltaf þurft að taka tillit til náttúrunnar og sveiflast með hennar tíðni og ryþma. Kannski ekki eins mikið eftir við fengum þetta rafmagnsljósið af skjánum framan í okkur sem við getum einhvern veginn adjusterað, en við höfum alltaf og við verðum alltaf að vera partur af náttúrutíðninni, en auðvitað er rétt við vorum miklu háðar en náttúrun áður. Nú eru bara konur fleiri milliliðir, alls konar kaupfélög og sláturhús og grónur og pakka kjötin inn og svona, en í raunum er þetta svipað, en þú spurði út í þetta með rútínuna að þegar þú ert á svona stað eins og ég var að lýsa þetta þá er ekkit annað í boði að bara dú og dagi einhvern veginn og mín leið var alltaf þessi sko fyrsta leið var að vera vest að vera einn. Það er agalt að vera einn í lífi svona, það er bara að búa einn, það er bara ekki gott og svo er hitt bara að setja upp dagskrána og bara hafa það einfalt og bæta ofan á það, skilur bara byrja hérna að vakna, busta tennunar og borða morgumat, ok, býða svo aðeins bara að ætla sér ekki móf vegna þess að ef þú getur rosalega mikið í oflæti og heimurinn er bara þín hvað segir maður, oyster, ekki ostra jú, ostra, að þá ertu bara algjörlega heyrum þú ert svo mús og getur ekkert og þess vegna er mikilvægt að byrja hægt og bítandi en það tekur alltaf langan tíma og því miður heldur þessi margir sem bugast bara, þeir bara gefast upp og ég gafst upp á hverjum degi sko, en bara einhvern veginn, galdurinn er þessi að halda áfram og stick to your routine, eða halda sig við rútínuna, en ég meina það er alltaf að breyta henni en aldrei að hætta að nota hana
og þetta er alveg það sama og svo nærðu og ert orðin frískur að þú heyrð á markþjálfum og öllu þessu fólki sem er að hjálpa fólki sem er að ná árangri. Ég meina, svo getum við farið út í það hvað er árangur? Er ykkur árangur að hlaupa ykkur að vegalengd hvað árangur er það? Ég skilur, jú, það er árangur í saman burði. Hann byggist alltaf samanburði við aðra en jú, svo eru margir sem það er margir sem keppa bara að byrja sig við sjálfansu og keppa sjálfansu og það allt saman en þetta skiptir líka máli með rútínuna, agan og munstrið fyrir alla þá sem eru ekki endilega alveg í þunglindi sko, bara að halda og ná árangur í lífinu en ég hef alltaf sett svona spurningamerki við þau gildi sem við grundvöllum okkar árangursmæli hvar það almennt af í vestrænum samfélögum. Hvernig ekki þetta fólki sem er að hjálpa öðrum að ná árangri? Sem er að hjálpa öðrum? Já, þú komst inn á það, fólk sem er að hjálpa öðrum að ná árangri. Já, ég meina það fólk, það beitir sömu aðferðfræðu, ég var að lýsa bara í upphafi, sko, að rútín og setja sér markmið og taka bara stig frá stigi. En eins og ég segi þá velti maður svolítið fyrir sér þessum mælikvörðum velgengni okkar samfélagi sem óumdeinlega hafa verið og er enn að einhverju leyti status, peningar og efnisleg gæði en við vitum öll og höfum alltaf talað að eiga að vera manngildi og þessir mýkri húmanísku þættir sko. Já. En þeir hafa einhvern veginn svolítið lotið í lægra haldi, er þetta ekki sammála mér fyrir svona þessu ytra, þar að segja efninu sko. Jú, og þetta er orðið bara svona skrýtni hlutir eins og bara like og followers og eitthvað svona, ekkert bara peningar lengur sko. Já, mér finnst alltaf þetta sko að meira verður aldrei nóg. Það er einhver hóla bara. Það er eins og gamli taoistinn sem segir, þetta er fínn bolli hjá þarna Snorri, hann er verðmætur og notadrjúgur einni ástæði. Það er ekki að því að efni honum er svona lítið vel út, það er að því að hann er tómur. Það er því að tómið, það gerir bollan hérna verðmætan og notadrjúgan. En við höfum einhvern veginn mist sjónar af tóminu. Eða hvað? Já, ég meina þú verðist ekki að mist sjónar á því. Okay, þegar þú ert í þessu þunglindi og ert að ná þér aftur upp fannstu þá þarna, út af eins og í bókinu ást að tala um að þú byrjar í mjög lágu starfshlutfalli og þegar þú sagðir að gera sér ekki of ég meina, gera ekki of það þýðir mögulega bara að mæti vinnuna var of, það þýðir ekkert bara það að mæta og vinna allan daginn fattur þú, það er svo mismunandi skilgreining á hvað er of mikið en mér langar að spyrja þau sko var þetta í rauninni, var þetta bara eins sásökufullt og hægt ferðalag og maður heldur þessi, bara eitt skrif í einu og passa að í rauninni ofgera sig ekki? Já, það er bara svona svo að ég væri risastór 250 lítur olíutunna uppfull af tjöru og hverjum degi bætti út í olíutunna 10 dropa maður rjóma og tók út 10 dropa af tjöru. Og beið eftir því að tunnanir það er hvítari, það er grári. Nei, skilu, þetta var það, já, það var það. Þetta er bara skref fyrir skref. Og fannst þér þessar pælingar sem við erum að tala um núna með árangur og árangur annara að bera hann saman við þinn eigin, var það mögulega hættulegt þarna? Nei, þetta var bara, ég bara seti í samhengi sko, já, hvað við einhvern veginn, að eftir svona lífsreynslu og að komast svo aftur á þetta normatífa sem ég ætla nú að reyna að eyða svona 92-3% æminnar á, ef eitthvað er normatíft, að þá upplifir maður með fulli virðingu að ég get náttúrulega ekki borið saman líðan mína við nokkra aðra mannesku en maður lærist það sko að maður fyllist þakklæti fyrir þetta einfalda þakklæti fyrir að vakna mótnana og líða vel þakklæti fyrir það að horfa eitt þátt í sjónvarpinu þakklæti fyrir að faðma konu sína þakklæti fyrir lífið að því að í svona ástandi ertu ég myndi kannski ekki segja lifandi dauður en það vill enginn búa við alvarleg þunglindi lengi það er bara ekki gott sko. Það er bara alls ekki gott þannig að leið að þú kemst út úr því sem er svona gradual process í flestum tilfellum þá held ég að margir bara fyllist þakklæti fyrir lífið og fyrir lífið bara út allt lífið en þetta er svo lærist mann eins og ég sagði þér að fara með þætti eins og næringu, hreyfingu, svefn samskipti við aðra, bara alla þessa þætti fara varlega með að vinna með það þannig að þeir séu jákvæðir þar að segja, það þarf oft lítið það þarf mismikið hjá fólki að sem getur valdið
skilur þú átt kannski vinir sem drekkar rosalega mikið og það bara sér aldrei, skilur það er bara ekki það er ekkert mál fyrir það, en svo er aðrir sem fá sér einu sinni í glas og eru bara ómögulegir í 3 daga eða 4 daga, eða skilur við erum öll mismunandi og ef að harðasti kallinni 3 strenga kontrabassi þá ert þú 100 strengja harpa og það er allt þar á milli, þannig að ég kannski segja það bara, ég sé svona allan að harpa, kannski 70 strengi, eða skilur það við erum misnæm bara, einhvern veginn, það og sumir kannski eru næmir en látast vera kontrabassar vera hörðustu já en eru kannski næmir en látast skilur við þetta er eins og það var en ég held að samfélaginu breyst mikið og fólk eins og vist tjáu sig miklu meir tilfinningar og svona lag. En er það kannski partur af þessari ofurgreiningu sem er eiga sér stað og þessum vexti í því að bara fleiri er að koma fram og viðurkenna vannmátt sinn eða? Já, ég held að það sé eitt þátturinn en ég held að stór þáttur sé líka 850 milljarðar bandaríkjadala sem er revenueð af geðlyfjabransanum í heiminum. Við erum búin að flytja þetta skapalón, greiningaskapalón frá Ameríku og Evrópu yfir á Asíu, yfir á Afríku, yfir á Indland, út allan heim og þetta er bara lucrative business líka. Það verður bara að segja það eins og það er. Það er eitt þátturinn líka sem spilar saman með þetta. Já, ég menna 180 milljarðar dalar eru tæplega 180.000 milljarðar sem deyðu þá að reka þetta landi í 180 ár. Þetta er rosa mikil peningar þannig að það verður að taka það með líka það er einn þáttur, en það eins og ég segi það er ekkert svo einfalt að þetta skýrað út bara með einhver einu Nei, minnst það eru röggrétt, en fannstu fyrir þessu þegar þú varst að vinna í þessu alþjóðlegum vettvangi? Já, ég fann fyrir því að þetta hafði áhrif á ákvarðanatöku í ráðuneytum erlendis og spilaði klárlega inn í vald og vægi fagstétta og já, þetta hefur áhrif og lyfjafyrirtæki hafa áhrif það er ekki nokkuð spurning. En hvernig birtist það mann? Er eitthvað vont fólk sem er að plotta? Ef að þú fer út í búð og kaupi mjólk og hún er súr, þá ert þú með kaupmátt á vöruna þrátt fyrir niðurgreiðslu frá einhvern sjóðum eða hvað það er. Þú borgar 250 kall fyrir lítran og hún er súr, þú fer tilbaka og skiptir og far mjólkinn tilbaka. Almennt í heilbrigðisþjónustu í sósíaldemókratískum ríkjum er þannig að þú borgar skattan eða skattan niðurgreiða þjónustuna eina. Að hluta til að þau eins fari með lyfin. Þannig að þú hefur ekki beinan kaupmátt á vöruna. Þú getur ekki farið og skilað ykkur eða kvartað yfir miklu í ykkur læknisþjónustu. Þú fer það bara ekki landlækni eða hvað það er. Þannig að staða þín sem neytanda er allt önnur heldur en gagnvart einhverju vöru sem þú þekkir. Þú hefur ekki þekkingamátt eða kaupmátt þess að gaggrina þess sem þér látið í hendur með lífsæli. Þú bara gerir það sem þér er sagt. Ekki satt? En þetta verður þó til út frá í rauninni bara hagsmunaröflum. Ég er að hugsa, vandamálið er líka þá að einhverju leiti greiningarnar og ekki er það læknirinn sem er svo vondur að hann ætla að greina þig til þess að lyfjafyrirtæki Nei, alls ekki, en greiningakerfið er bara orðið valdatæki eins og bara með heilsugæslunni, þú þarft að fá greiningu til þess að fá þjónustu og jöfnunarsjóður sveitarfélagi farin að niðurgreiða grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og víðar eftir hvað er mörg greind börn í bekknum þá er hvatinn orðin fjárhagslegur að greina sem flesta ekki satt, af því sveitarfélagi fær meiri peninga það eru 6 strákar með ADHD og stelpur í bekknum heldur en 3 meinar, kvatar, öfug kvatar þannig að við þurfum bara að vera meðvituð um það að þetta kerfi er orðið valdakerfi sem dóminerar svolítið því hvernig við kennum börnum eða hvernig heilsugæslan fungerar eða þar fram til götunum og ég heyri það eins og frá eldri læknum á heilsugæslustöðum að þeir eru ekkert endilega uppteknir af því ef eitthvað kemur inn í einhverju vanlíðan eða með eitthvað lindis eða eitthvað sinnis eða geð vanda að þurfa að greina strax heldur vilja kannski fara aðra leiðar í hjálpa en þeir geta ekki að þeir þurfa að greina fyrst svo þeir geti hjálpa og þar með erum við búin að bara búa til kríteríuna fyrir það þannig að þetta er valdatæki og valdakerfi og ég er ekkit viss um það að 25% þjóðarinnar búi við geðraskanir. Er það greiningin? Það er svona þessi tala sem við höfum alltaf verið að tala um 1 af hverjum 4 eða 1 af hverjum 5 búi á hverjum tíma við geðraskun en ég er alveg sannfærður um það er alltaf 1% sem ná að hægt að greinast með geðhvörf og kannski rúmlega % með geðklofa og þar fram til götunum en svo þegar við komum að þunglindi hátt hlutfall og svo bara kvíði og þetta þetta er ekki jafn afgerandi og að brjóta sér fóti eitthvað annað, ég er ekki að gera lítið úr vanlíðan fólks, ég er bara að segja að kannski erum við bara búin að þrengja möskuna svo rosalega að það bara fer ekkert í gegn eða fer miklu minni í gegn en áður og kannski eru bara orðans Aldous Huxley verðt að hafa í huga þegar hann segir
reyndar náttúrulega löngu dáinn og alltaf, rithöfundurinn sem skrifaði þarna Brave New World, það bara orðið svo ótrúlega framfarir í læknavístunum. Það er bara orðið svo mikla framfarir í læknavístunum að það er bara ekki nokkur einstaklingur heilbrigður lengur. Það er þessi hugsunum iatrogenesis, eins og Ivan Illich og Michel Foucault og fleiri skrifuðum, sko, að það eru man-made diseases. Ég er ekki að segja að þetta sé alfarið svona, það er ekki svart og hvítt í þessu, en við þurfum bara að hafa það í huga að þessir hvatar eru líka til staðar undir niðri og eins og þú veist og oft eftir að læra seinna, verður eldri slóri minn, að það eru hagsmýra allstar, það eru valdakerfi allstar í þessu litla samfélagi okkar og klárlega í öllum öðrum. Þau enda ekkert kannski neðst í frímúrarreglunni eða eitthvað svoleiðis, en ég meina þau eru allstar og það hafa ólíkir aðilar, ólíka hagsmuni og það er ekki alltaf hagsmunir sem er á yfirborðinu, sem er í frontinu, sem er í, já, þetta gerum við það, eitthvað svona. Mannskepnan er margslungi fyrirbrigði og það er ómögulegt að segja til þeim hver hennar fyrirætlanir eru eða hvað raunum voru býra baki. Men þess er ég ekki að segja að þessu allir móðfokkarar, alls ekki. Ég bara að segja að þetta er flókið samspil og maður getur aldrei verið alveg viss fyrirætlanir fólks en ég kerfa. Nei, ég dreg ekkert af þessu í efa, alls ekki, en aftur á móti þá kemur ekki læknir heimtíðin og greinið þig, þú þarft að mæta einhvert og vera með einhverja kvilla, þannig að við svona byrjum þar að einhverjum líði illa, fyrst við erum að tala andlega sjúkdóma frekar heldur en beinbrot. Þú ferð einhvert út af því að þér líður á einhvern veginn, hvernig er þetta að adressa það vandamál? Af hverju kunnum við ekki að sjá það sjálf? Af hverju eru lyfin alltaf, þú veist, ef einhverju þunglindur, hann þarf að fá þunglindislif? Mér veist þetta nú aðeins fyrir að snúast við. Mér veist eins og sálfræðingar sem eru farin að beita partameðferðinni og þessu EMDRI, menn það er komin EMDRI stofa hérna upp í Kópavogi. EMDRI, ég hef aldrei sett það. Eye movement, þetta er eitthvað, þú veist, það er að vera að vinna með aughreyfingar, það er að vinna með partana þína og hérna, ég kann ekki alveg að útskýra þetta, skilur, ég fór í gegnum þetta fyrir 3 árum og hérna það er mjög góð áhrif á mig, þetta er bara öðruvísi meðferð en þessi ham-meðferð sem er ekkit fyrir alla, eins og ég segi, það er náttúrulega verið að vinna með hegðun og hugsun og líðan, en EMDR meðferðin vill meina sé svona eitthvað dýpri meðferð og hérna komin eins og segi heil stofa með 10 sálfræðingum upp í Kópavogi, þannig að mér veist nú svona, það er ýmislegt að breytast í þessu, en hvað varðar opinbera kerfið, aftur að framkvæmdavaldinu manstu 70% ríki, 30% sveitafélögum, þjónustan við okkur íbúana. Hérna fyrir spjalli. Já, fyrir spjalli vorum að ræða framkvæmdavaldið. Þjónustuna. Að þar sko erum við með 3 stoðir. Við erum með sjúkrós. Hvað er mörg sjúkrós á Íslandi? 2. Við getum bara að tala um 2. Landspítala og 4 sjúkrós Akureyrar. Og svo eru heilbrigðisstofnanir og við erum með sjúkrós, einni stoðinni. Heilsugæsla í einni stoðinni og sérfræðilækna í einni stoðinni. Við höfum, sko þegar kemur í geðheilbrigðismálum, þá höfum við bent á það að það með 30% umfangi allra heilbrigðismála séu geðheilbrigðismál. Enga síður eru svona rétt rúmlega 10% af heildarfjárveitingum til heilbrigðismála sem fara geðheilbrigðismál. Það vantar þar að brúa það bil. En við höfum sko lagt áherslu það að fólk fari og leiti í auknum mæli til heilsugæslu, skilur í staðin fyrir hérna að fara að bráðamóttöku geðdeilda að fara strax í sjúkrahúsið og eins líka bara að fara fyrir í heilsugæsluna og nota heilsugæsluna meira nú þegar það eru komin fleiri sálfræðingar og minnka komur til sérfræðilækna, að nota sérfræðilækna ef við vil minna, af því þeir eru einfallega bara miklu dýrari fyrir okkur sem samfélag, að við notum heilsugæsluna í ríkara mæli. Og þetta er nú það sem hefur verið upp á teininum og síðast ekki heilbrigðisáætlun setti 600 milljónir í auka fjölda sálfræðinga og meðferðaraðila í heilsugæslunni og þannig að ég held að þetta sé svona svolítið jákvætt vegna þess að í þessi 25-30 ár sem ég hef verið í þessu og hlustað á allan þann fjölda fólk sem til mín hefur komið og heyrðu, ég er hérna með vanta geðlækni og með vanta þetta og svo er þetta að fá geðlækni og þá tala sérfræðilæknana að þá höfum alltaf í akut vanda bara, já, við vilt ekki fara upp á bráðamóttöku og það er allir bara að fara á bráðamóttöku en ég var hræddur það að það séu fleiri þeirra sem þangað fara sem gætu fengið sko, laust sinna mála með að fara bara í heilsugæsluna þannig að heilsugæsluna þarf klárlega að spila á næstu áratugum stærra hlutverk þegar kemur að svona fyrsta viðkomustað. En bara grunn hlutverkið að kunna á sjálfan sig og að stjórna sinni líðan. Já. Að það sé ekki alltaf verið að grípa fólk.
Já, þetta er mjög góð punktur. Og má ég kannski bara til þess að sko, ef fólk er að hlusta á þetta og finnst Héðinn tala og hugsa hratt, þá er hann að skrifa þetta niður, auka hugsanir á blað fyrir fram að mig meðan hann er að spitta þessu út. En þessi lífsorð 14 sem á enda bókina kaffi svo umgast með. Já, þú mjög örvandi. Já, ég veit það. Lífsorðin, já. Byrlaður. Lífsorðin 14 og þú gerðir geðorðin 10 líka á sín tíma sem er vinsalasti ískapasegull landsins. Lífsorðin 14 eru eftirfarandi: 1. Notaðu andadráttinn, borðaðu hollan mat í félagsskap annara, hreyfðu daglega, lifðu í punktinum, upplifðu náttúruna, gleymdu þér, munda brosa, agaðu sjálfa þig, vertu til staðar, stattu með sjálfu þér, láttu þig langa í það sem þú hefur, þjónaði auðmýkt og ekkert af þessu kostar krónu, skilst mér, og það virðist allt vera bara svona heilstætt einhvern veginn og svona jarðbundið og eitthvað sem allir ætti að kunna en einhvern veginn enginn gerir. Já, jú, ég ætla nú ekki að segja enginn gerir, en maður svona minnst það góð áminning þessi listi hefur. Já, þetta er svona byggt svolítið út af því að okkur vanti bara ekki neitt. Við höfum allt sem okkur þarf, við höfum allt sem við þurfum. Já, og pælingun að ef þið langar í eitthvað, sá sem á eitthvað er á sama stað og þann sem langar ekki í það. Hvenær á maður eitthvað? Maður er búin að borga fyrir það. Borga? Já, ég skil hvað átt við, en sko, geðorðin 10 urðu þannig til að þetta var rannsókn frá Bandaríkjunum yfir fullt af fólki sem bjó í innihaldsríku einkalífi og gekk vel í starfi. Þannig að þetta var bara fólk, alls konar fólk, og það bara var hamingjusamt í einkalífinu og hamingjusamt í starfi, og þetta voru 10 atriði sem einkenndu þennan stóra hóp byggt á bandarískri rannsókn. Síðan rekst á upp á veggi og Elínu Ebbu Ásmundsdóttir iðjuþjálfa og sagði við henni, heyrðu, má ég fá þetta lána, og svo staðfærði ég þetta og þýddi og setti þetta geðorðin 10 og þannig eru þau til. En þessi lífsorð eru sprottin bara upp úr þessum sveiflum þarna úr bókinni, eða þetta voru huppilega 2 bækur sem svo sett í eina, og þau voru kannski svona einfaldari, eða eins og með andadráttin. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við höfum heyrt svo margoft undanfarið með andadráttin í gegnum hvort sem við tölum jóga eða hvað en þú veltir því fyrir þá er andadrátturinn okkar að þjóna okkur alla daga. Hann þjónar hreyfingunni. Þú hleypur, andadrátturinn þjónar. Þú gengur, andadrátturinn þjónar. Skilju, hann er alltaf að þjóna þér. Hann gerir ekki annað en að þjóna þér. En nú er komið ný tegund af jóga sem heitir, ekki ný, gömul náttúrulega, þetta er allt svo eldgamalt. Vini jóga, það sem þessu snúi við í jógaæfingunum að hreyfingin er látin þjóna andadrættinum. Og ég hef verið að praktisera þetta núna ykkur mánuði og mér finnst þetta mjög áhugavert og gerir mann svona meðvitaður það hvað öndunin og tala ekki kviðöndun er mikilvæg. Við þekkjum ef maður endar hérna bara skilur alltaf bara nær aldrei anda einhvern veginn, nær ekki að jartengja sig og fyrir mann eins og mig sem á það á hættu að eldurinn minn er ekki alltaf bara arneldur, hann getur orðið bara síneldur eða skóareldur eða eitthvað, það farið bara alveg úr stjórn og bara í manju að þá er svo mikilvægt að ég mitt að vinna með öndunin og loftið og læra að hemja. Þannig að það skiptir máli en svo svona punktar eins og að lifði í punktinum sem ég held að fólk kannski tengi ekki alltaf oftið, þá snýrst þetta hennar punkt tapana, punktin að ef ég var á einum stað þannig þessari blessuðu manju því ég fór í hana þá var hugurinn svo kvatar, hann hugsaði ég er að fara hingað, ég er að fara hingað, ég er að fara svo fyrir og hugsunni var ef ég er á einum stað á heimili mínu eitthvað, alltaf fyrir sund þá fær ég þangað og svo aftur heimtímin og svo eitthvað annað og svo skilur þannig að ég misti ekki algjörlega stjórn, þannig ég átti eitthvað punkt sem var kannski heimil mitt eða herbyggið sem ég var eða skilur, og ef ég fór eitthvað þá fór ég í sundið og kom svo aftur í þann punkt áður en ég fór eitthvað annað. En þegar þú komst aftur á heimilið, leyfður þá haustnum að reika, varst að líka að reyna ég var líka að reyna að vinna með höfuð, en þetta er náttúrulega bara viðleitni þegar þú ert rosalega hraður til þess að hafa einhverja stjórn að hugsa bara, ég má ekki fara að hlaupa svona mikið á milli staða. Ég þarf bara ákvæða þetta er bara mín heimahöfn í beisbol, eða hvað það er skilur, og ef ég fer eitthvað kem ég aftur hingað áður en ég fer eitthvað annað. Það var hugmyndin sem leiddi svo yfir og aftur á solar plexus punktin, áður en ég segi eitthvað annað þá andaði aftur inn í punktin og út aftur, skilur við. Þannig að það var hugmyndin með punktinum að kjarna sig á einum stað. Já. Og það er hægt að lesa líka hvernig listar þetta niður. Þú kemur með hvert ráð eða lífsorð sem kemur með hvað og
mín leið líka. Já, hvað, hvernig og mín leið, já. Mér finnst það mjög skemmtilegur texti sem fylgir þessu út af því þegar maður, sko, einhverju leiti geti fólki fundist þetta klísjukent, lifðu í punktinum eða eitthvað svona lifðu í núinu, en þetta minnst mjög góð texti fylgja hverju einu lífsorðið þarna hjá þér. Og þetta allt opið á héðin.org eða ekki? Jú, þetta þar. Myndirðu segja að þessi lífsorð, ef að þeim væri fylgt, þá væri minni líkur á því að þurftir að leita þér hjálpar gagnvart andlegum kvillum? Ég get ekki sagt að ég praktisir aldrei að ég predika, en ég fer ekkert eftir þessu. Nei, ég mætti vera duglegri sjálfur ég reynaði náttúrulega til en ég get ekki fullir það. Ég veit bara að þetta hjálpar og það hjálpaði mér. Ég man eins og því ég var nauðungavistaður inn á geðdeild, þá var ég inn á herbergi mann í 17-18 daga alveg samfellt og mátti ekkert fara út og það sátu 2 menn svona að lesa vikuna í hvítum fötum fyrir utan hurðina. Var það ekki bara akkurat það sem þú þurftir? Ég veit það ekki, kann að vera, en ég menna það er miklu betra að vera eitthvað bara góð heimil út í bæ með góða tónlist og veist bara ég sagði þetta í gríni sko að fanga vista þig hérna. Já, þetta, ég fekk manni þó að fara yfir gangin og inn á skólið að reykja einn og einn vindilöru hvoru, en ég var þarna inni sko, en þannig að ég vissi það að andadrátturinn hjálpaði mér þar, af því ég setti stundum bara í þessu óbærslega oflæti sem ég var í, þá settist ég niður á stól og gerði svona öndunaræfingar og það hjálpaði í þeim aðstæðum, þannig að ég veit að það hjálpar, en það bara svolítið snúið að vera manneskja og það snúið að búa við allar þessar hugsanir, tala ekki ef maður með skoðanir líka, sem bara lægsta form þekkingar, það er enginn sem segir að sé satt, það er bara skoðun, svo kemur rökstuddu grunur, svo þarf það að fara í byggjara vísindalega sannaða greinar til að segja hlutinni séu svona, en að vera með skoðanir, vera manneskja og búa í samfélagi við aðra, að það er bara ævilangur prósess að læra það, að gera það vel. Og hvaðan kemur ytra áreiti inn í þetta alls saman? Hvaðan kemur það? Hvernig spila það inn í þetta? Það fyrir eftir hversu móttækilu ertu fyrir því. Hvað hlustar á? Þetta aftur að heilanum, sko, heilin, hann þarf alltaf að hafa eitthvað að hugsa hann getur bara að hugsa eitt í einu og það sem hann hugsa það vex. Það sem hún heyrir það vex, þannig að það fer eftir í sko, hvaða áreitum þú verður, ertu opinn fyrir og hvað þú hlustar á, þannig að það skiptir máli hvað þú horfir og hvað þú skynjar. En líka kannski hversu mikið? Það vart alltaf að fylla skilningarvitin af einhvers konar áreiti. Það er það sama að við rættum í upphafi að skynvitund þín í gangi frá því þú vaknar það til þú sofnar. Og þú ert alltaf að skynja heiminn með augum og eyrum og tungu og snertingu og þessum 5 skynfærum og stöðugt að prósessera. Og þú ert að prósessera, þú ert að taka inn upplýsingar, hvort sem þú ert í kennslustundi eða út að keyra eða hvað þú ert að gera og þú ert að prósessera þær og þú fellir svolítið dóma á það líka. Þetta er nú svona, þú gefur þeim blæ og þú ert mjög þunglindur þá er það bara svart. Þetta er dómuleg, skilur mig. Þannig að þú prósesserar og þú dæmir þetta ekki alveg objektíft, skilur við. Man bætir alltaf svona subjektífi skoðun sinni á það sem maður upplifir, skilur mig. Þú sérði eitthvað og þú bætir því, já, mér finnst þetta og þetta. Jafnvel þú haldur ósist ekki gera. Nákvæmlega. En þú sérði eitthvað, þetta er ekki flott, þetta er ljótt, þetta er fallegt. Já, nákvæmlega, þú ert að þessu og svo ef þú fer enn aftar í þriðja fara svona sem byrja, af hverju er ég að gera þetta? Já, það er því að pabbi gerir alltaf, það er alltaf eitthvað, og erðasyndin og eitthvað svona. Þannig að þú gerir þetta, maður gerir þetta, þannig að skynvitundin er alltaf að störfum og það er svo mikilvægt að fá rofi en að öðru hvoru, þannig að maður getur dottið niður úr skynjun sinni einhvern veginn í áttað vitund sinni í gegnum sjálfstekkingu og styrt sína eigin sjálfsvitund. Það er einhvern veginn hvílt í sér án þess að þurfa að vera stöðugt að skynja og prósessera það sem þú skynjar. Og þetta gerum við náttúrulega með ýmsum hætti, með íþróttum og hlaupum, útfært í náttúruna vegna þess að ég á þeirri, ef að lífið er píanómælirinn, taktmælirinn, að þá finnst mér rétta, en ekki að slappa rétta, tíðin að það fyrir mig, vera í náttúrunni. Þar að segja vera við, ég fór til í gær og gekk til Rjúpna, bara með félögum, ég skýti ekki að byssu sjálfur, ekki fugla allavega, en ég gekk með þeim ykkur 14 kilometra, ekki tímasamband, Snæfithækin dalurinn, vatnið, sólin sker á fjöllin og snjórinn brakaði undir fótunum að þér og þú varst bara þarna og ég æfði mig bara alltaf með, þetta kemur með árunum, maður lærist að vera meira bara þarna, en auðvitað fer hugurinn alltaf öðru hverju, já, ég þarf eitthvað planning to plan the plan og eitthvað blalalala, skilju, en þessna er ég að því að stundum finnst mér bara að við ættum kannski bara að taka rafmagn af. Já, í 6 mánuði. Það er náttúrulega hræðilegt til að byrja með. Út af þú sagðir, þú lærir að meta
með aldrinum eða veit ekki hvað að segja nákvæmlega en ímyndar, þegar þér leið sem verst þú ekkert kunnað að meta þessa göngu býst ég við. Nei, en mér hefur liðið mjög vel í, eins og ég segi, 92% af mínu lífi, þannig að ég get ekki alltaf tengt við ég bara fór að hugsa sko, að þegar maður var yngri þá var maður ákafari breytingar, maður vildi breyta eins og það maður 50 og segir maður bara ég er nú bara sáttu við að hafa smá áhrif, það ekki að breyta, bara smá áhrif, bara að skipi sigli hálfri gráðu meira þangað. Þetta gerist vegna þess að lífið skilir þig, samfélagið skilir þig, skólakerfið skilir þig, fjölskyldan skilir, það er allir að skilir þig og það skiptir máli öðru hvoru að komi einstaklingar, ég ekki að segja ég sé eittra en allan sem poti og segja þau, akkur er þetta svona, akkur er þetta en á endanum þá einhvern veginn siglir þetta blessaða samfélag og þetta lífi einhvern veginn áfram í ákveðna átt og maður hefur ekkert ofboðslega mikið það að segja og þessi æðruleysispæn 12 samtakan allra sem kemur úr kristinin og þessum pælingum sko að sleppa tökunum og geða þér æðruleysi til þess að læra á milli og greina á milli skilur og að það skiptir rosalega miklu máli bara fyrir velíðan og andli heilla einhvern veginn að sleppa tökunum líka stundum og segja bara og þá komum við að trú, ekki bara trú, þetta er líka trösti vegna þess að þegar þetta róa bát þetta róa bátnum skilur við, þá verður líka kannski stundum að geta bara lagt árnar í bát, leggja árnar í bát og leggjast líka bara í kjölinn og trista því að báturinn fari þannig sem hann á að fara. Það skilur, en á hana, hvað er þetta unga á því, ég ætla að vera þetta, ég meina, þetta er ekki svo rosalega alvarlegt, mér stundur bara að þetta sé of alvarlegt, skilur, að þessi áhersla á að verða eitthvað, þú ert þegar bara kraftaverk, sko. Þú þarft ekki að verða eitthvað meira en þú skilur, það er einhvern veginn alið upp í okkur að verða meira það er svo langanir sko. Jú, já, en hvaðan koma þær? Ég er að segja, einmitt það bara ef þú elst upp í flottu húsi þá finnst mér líklegra að þú erfiðara með að búa í einhverju hólu eða ef þú elst upp bara í einhverjum luxusvögnum að keyra þá einhverja druslu. En þú ert blindur? Það er bara þinn raunveruleiki. Nei, ég meina stundum, já, ég skil hvað átt við, en það þarf að setja allt í samhengi, sko. Ég er ekki að afsaka þessa langanir, sko. Þetta er bara einhvern veginn eins og, finnst þér einhvern veginn þín kynslóð vera öll þarna, bara? Hvar? Í efninu og statusnum, einhvern veginn, að þetta sé betur en þetta af því að það er meira... Ég þól ekki svona fulleringar kynslóðir eða þjóðir, sko, en ég myndi að segja göndu þetta klárlega. Já. Bara, þú veist, hvernig maður sér að þetta spilast út og maður sér þetta náttúrulega í því hvað fólk vill sína, hvernig það vill virðast, þú vilt lappum með dýra tösku eða í dýri úlpu til þess að fólk haldi og eigi mikinn pening eða, þú veist, og oft sér maður þetta bara svona að það sé rauninni bara ekki byggt á neinu, þú veist, fólk er bara 99% að hugsa sjálft og skýtsama út sett með þessa tösku. Já, það er náttúrulega... Það er blekkingin eins og öllu. Það er ekkert allir að hugsa því að þú veist gott með tösku ykkur, kápu ykkur. Það er bara allir að hugsa sjálf, skilur við. Það er líka þetta, við erum stundum ofur viðkvæm fyrir áliti annarra. Kannski hafa þessi aðri bara ekkert anskotast áliti á manni, skilur við, eða er ekkert að spá í það. Nei. En við erum bara að gefa þessu pláss, sko. Einmitt. Hvað er þessu, heldur þetta? So what? Einmitt. Þetta kemur slúðurinn, þú veist, eins og þessi gerir þetta, þessi er svona og fólk alveg það bara logar heilin í þeim og dopaminsystemið þegar að fara að slúður eitthvað. Já. Og síðan þú heyrir einhvern slúður eitthvað þá hugsaðu ætla að segja slúður mig þannig ég þarf að passa hvernig ég lít út og hvernig ég kem fram og allt þetta. Ég held nú að flestir bara aftengi þessu sko. Það flestir sem í þessu limelight eða hvað það bara, þetta bara eitthvað suð sko. Það bara eitthvað rámagn. Nei, ég held að enginn komist bara í gegnum eða að taka mark á eða taka nærri sér og mikið. Ekki ef menn eru klárir í sinni eigin sjálfsvitund og vita betur, ég er ekki svona eða saman hvað öðrum finnst. Já. Það er náttúrulega bara okkur sjálfströst líka. Já. Ráð nummer 10, orð nummer 10, startu með sjálfur. Já, það er rosa mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að geta svolítið staðið með sjálfum sér. En líka þetta að deyja sjálfum sér. Það er að segja ráð nummer 14, eða ekki. Finndu sjálfan þig í öðrum. Ég las bara 12. Það náði þér. Það var með 14 var það, finndu sjálfan því öðrum. Sko, 13 er trúð og treystu og 14 er finndu sjálfan því öðrum. Já, sko, ef þú ert hérna sandkotn, hvort viltu freka vera sandkotn eða eyðmörk?
Já, þetta er svona egodauðin. Já, þetta er það. Já. Farðu að baki þessum ekohesti og setja hann bara inn í hestur. Já, veistu hvað bók hérna Happiness Hypothesis er? Já, ég hef heyrt hana. Þar er þess að á forsíðunni, þar er hérna svona knapi, nema hann er á fíl Já. og hann er að tala sko að hérna knapinn séu við svona meðvitundin okkar, hvað sem það nú er. Ég er svo hrættur að nota þessu orð fyrir frá með þig. Hvað er hugsun, hvað er meðvitund, hvað er þunglindi, hvað er vanja? Og síðan er undir meðvitundin og okkar hegðun og allt þetta, það er fíllinn og við erum með einhverju 2 spotta og erum að reyna að stýra fílnum, en fíllinn tekur þetta bara sína eigin ákvörðanir. Já, það er bara þannig. Þannig þegar einhver segir, hættu að hugsa hvað öðrum finnst og maður bara, já, ég ætla að hættu að hugsa hvað öðrum finnst. Bara gangið þið vel, sko. Nei, svo kemur þetta bara. Allt er eins og það á að vera. Ég bara, Voltaire, byrtingur. Hvað gerir hann? Fór út í heim og leita besta heimi allra heima með Kunigund, kærustunni sinni. Mér finnst það fallegt nafn, Kunigund. En hann tók með sér þarna prófessor Altungu, þannig að kennara sinn, og þau fóru saman og leitu og svo komuð aftur heim og þá var boðskapur bókarinnar tvíþættur að maður ætti að rækta garðið sinn og hinn boðskapurinn var þessi að það væri allt eins og það ætti að vera. Og ég man ekkert tíðan ég var inn í stjórnarráðinu og var búin að djöflast eitthvað mikið og potast eitthvað mikið, það hringdi einn hátsettur embættismaður í mig og sagði, Héðinn, farðu nú og lestu Voltaire byrting og segði mér, ég var búin að lesa hana og svo var ég búin að lesa hana og hringdi hann og sagði, já, það er allt eins og á að vera. Það er ekki það sem að þessir embættismenn vilja við höldum. Jú, þeir vilja bara, það er bara stöðuleiki. Ekki setja spurningamarki við neitt. Nei, en við sem samfélag, engu að síður, finnst mér eftir þessi ár mín hér, við erum svolítið mikið, með fullri vinningu, þá erum við svolítið mikið á brunarslöngunni. Við erum viðbragðsþjóð, við bregðumst við. Já, bara við sem þjóð, ekkert stjórnskipulega. Nei, bara almennt, það kemur eitthvað mál, bregðumst við, kemur annar mál, bregðumst við, kemur þið mál, bregðumst við, og svo einhvern veginn bara líður allt út, skilur, einhvern veginn, við erum alltaf að bregðast við. Og langtíma hugsun okkar við erum ekki þjóðverjar í að plana, við erum ekki góðir í að plana, við erum að verða betri, en við erum ennþá eins og ég sagði við takmörku við 4 ár. Menn sem inn á þingi í 4 ár hugsa, og konur, hvernig get ég komast 4 ára viðbót? Og þeir sem eru fyrir utan, hvað get ég gert þess að komast inn í 4 ár? Og alltaf þessi 4 ár, Þannig að þetta þurftum við að plana eins lengur og ég vil einhvern veginn, mér finnst líka þetta orð vald að við ættum að endurskoða það. Það er að segja almannavaldið. Það er að segja hætta að tala valdaframsal okkar sem kjósenda til þess að kjósa fulltrúa í fulltrúalýðræði til þess að sitja á Alþingi. Þetta er bara að tala þjónustu umboð, við veitum þjónustu umboð til þeirra sem þjónusta og þau eru í þjónustuvaldinu, þau eru þjónustu fulltrúar okkar á þingi og taka þetta endurskoðanum með ráð og herra og þessa valda orðræði einhvern veginn í tungutækinu að endurskoða þetta þjónandi hugtak, á að vera þjónandi hugtak, en er vald núna, almannavald, framkvæmdavald, löggjafavald, skilur við. Þetta er einhvern veginn, við fyllumst bara vald, skilur við, að breyta því þetta er þjónusta á jafningja grundvelli, við bara kjósum jafningi okkar í samfélaginu til þess að sitja þingi, til þess að setja lög og reglur til þess að við förum eftir. Þeir fara að vísu með hennan blessaða ríkissjóð sem er þessi gegnumflæði sjóður upp á 1000 milljarða og frela framkvæmdavaldinu það eftir löggjöf að höndla það allt saman og 170 stofnunum og 69 sveitafélögum og það má heldur betur einfalda það allt saman en kannski að breyta þessar orðræði að fara bara að tala þjónustu. Við erum komin aðeins lengra, við erum komið samráðsgátt, það er öll mál sett í samráðsgátt núna. Það er að segja lagafrumvörp og reglugerða tillögur, skilur, þannig að við og borgarnir, íbúarnir getur farið og skoðað málinu og kommenterað. En kannski það bara, ég held að það er alls ekki tókenismi, það er ekki bara til að tikka í bóksið að hafi farið fram samráð, af því að samráð er orð þessa áratugar, það er allir í samráði, samráðum sem flest, það eru jafnræðislegar ákvarðanatökur og við erum jafnvel að fara yfir í opið lýðræði, en kannski þeirri vegferð væri svona efna endurskoða orðið vald þar að segja í almannavaldinu og taka upp þetta, tala þá þetta sem þjónustu aðeins að tóka það niður. Já, mann líður ekki beint eins og þegar maður fæðist inn í hann heima að svona ráðherrar og fólk sem er kosið þessar stöður séu að þjóna almenningnum, það er meira einhvern veginn svona eins og þú segir, þessu orðræða lítur út eins og drottni yfirmanni og sé með völdin. Já, það er bara arleið frá monarkíunni
kongónum og drottningunum þetta eins og vill svo þarna í Evrópa á sínum tíma. Herra og allt Já, við tókum þetta upp lénskerfið komum þarna undan og konungdæmin og þetta. En þú ert í hringiðinni, hvernig bregst fólk við því þegar þú segir það þurfa að breyta þessu? Þú ert þarna inni Hvað er inni? í ráðuneytunum? Já, ég er svona á hliðlinni. Já, svona ég er í ráðundunni þarna, stefnumótunar sérfræðingur. Í forsættisráðundunni, ég er þar og ég bara sækja matinn og hella upp á kaffi og svona, ég hjálpa til og svona, vera þarna til staðar og sinna ýmsum málum sem eru falin bara. En ég sagði við hérna upp að ég er mjög meðvitaður siðareglur starfsmanna stjórnarráðsins að skilja á milli pólitíkur og stjórnmál og stjórnsýslu, en ég hef alveg mína skoðanir á svona þessum ferlum og hvernig þetta fungerar, löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og hvað við höfum að gera við stjórnarskrána og hitt og þetta, en ég get bara til miður ekki farið það meir en ég hef gert hérna með þessum pælingum orðræðina í valdinu og eitthvað svona en mér finnst bara að þetta land hérna vera svo fá að við megum ekki við allt á mörgum skipalsheldum svo mikið það er all, eins og þú veist, all þjónustakona í skí og það er engin sveitafélög þarna upp í þessu skíi en samt við með 7 sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu, akkur? Já, sko, ekki á Rómi. Nei, ég finna, við búum báðir hérna. Einmitt. Þannig að þetta er flóki veruleiki fyrir fáa. Já. Þú ert svolítið talsmaður þess að einfalda þetta. Mér finnst það bara alveg sjálfsagt mál að draga úr yfirbyggingu fyrir svona fátt fólk. Talan ekki þegar, eins og ég sagði við, það er alltaf þjónustan er öll að fara bara í símana. Þú þarft ekki lengur að fara á bæjarstjórnarskrifstofur og sýslumannskontora eða hvað það er, ekki nema bara þinglýsingarnar held ég séu einar eftir á sýslumannunum. Það er bara svo rosalega tregða maður. Ég veit af hverju þessi tregða. Aftur komum við að hagsmunum. Já, fólk fær laun og fær rútínuna sína og allt svo leiðis. Já, en ég meina, það er líka þetta breyta þannig að þetta segja, við skulum prófa að breyta í 2 ár og taka all endurskoðanir eftir 2 ár og ef það virkar ekki svona, þá getum við breytið tilbaka. En tregðan er náttúrulega líka út af því að þau eru ekki að stressa sig á því að fá ekki pening. Nei. Ég meina, eins og vorum að ræða með í kringum Musk að ef þú ert með startup eða þú ert í frumkvöldastarfsemi þá þarf þú að halda í peningana þina og þú ert að safna þeim sjálfur. En þú ert með ríkissjóð þar sem að streymi bara inn og út að sjálfsögðu núna sko. Að sjálfsögðu þá var, þú veist, neyðin verður aldrei mikilvæg hjá einkaframtakinu. Nei, það er líka bara meiri aftenging. Skilur, þú sem starfsmaður einhvers fyrirbrigði sem heitir stjórnaráðið eða eitthvað ráðuneyti, tenging þín er öðruvísi heldur en þú ert með startup og ert sjálfur einhvern veginn ábyrgur og það stendur og fellur með þínu eigin frumkvæði. Það er allt ennur dýnamík sem býr þar að baki ákvarðantökunni og hugsunarhættinu hjá þér. Það er bara einhvern veginn þannig sem það er. Já. Þannig að já. Getur við rætt aðeins geðhjálp og út af því að búið að fara svo mikið fyrir 39.is og bara tölinni 39. Þú ert formaður geðhjálpar? Já. Bara svona einföld spurning, hvað er geðhjálp? Geðhjálp eru samtök áhugamanna og uppalega fagfólks áhugamanna, aðstandenda og notenda geðheilbrigðismál í víðu samhengi. Stofnuð 79 og stofnuð af fagfólki aðalega, þá félagsráðgjöfum og iðjuþjálfum og fleiri. Og mestuleiti svona fagfólk í stjórn félagasamtakana þangað til árið 2000 að þá einhvern tóku notendur og aðstandendur svolítið félagið yfir og síðan þá hafa mestuleiti svo sem ekki kannski holdt að vera að merkja eitthvað við þið en það var svolítið þannig það var svoleiðis byrjaði þannig en síðan 2000 þá hafa mestuleiti notendur og aðstandendur og annað áhuga fólk verið við stjórnulinn og félagið hefur svolítið breyst við rákum á sín tíma sko frá 90 eitthvað til 2000, stuðningsþjónustu, þannig að geðhjálp rak 13 sambíli fyrir geðfallað fólk, að það er munur á fólki sko, sem býr við geðröskun, það er ekki allir geðfallaðir, en vegna þess að þú ert búin að missa virknina og hæfnina og eitthvað, hættur ekki að tekja þátt og búin að skilja örtorun og fyrir að þykja örkubætur þá stimpla föllinu sig inn, skilur það er fullt af fólki með geðraskanir megin þorri allra með geðraskanir eru vel fungerandi fólki í samfélaginu skilur, þunglindi eða hvað það er, skilur, býr við eitthvað að geðröskun en þessir þá rákum við þessi 13 sambíli en mönnum þótt ekki stætt að því að vera hagsmunagæslufélag geðsjúkra og fólk með geðraskanir og félag sem talaði fyrir bættu geðheilbrigði allra en verið jafnframt að sinna þjónustu við fólk sko, hvað þetta fólk kæmi svo kvartaði við þjónustunni í hagsmunagæslufélagið sem var líka félagið að reka þjónustuna þannig að við losuðum okkur við þetta allt saman 2000 og síðan þá höfum við bara verið kröftu hagsmunagæslufélag
og jú, rákum geðræktarverkefnið og svona, þannig að í 20 ár jáum við bara barist fyrir bættum hag þeirra sem búa við geðraskanir og bættu geðheilbrigði þjóðarinnar bara. Þannig að Og af hverju auglýsa þessa tölu svona mikið? því að við ákváðum það að við vildum vinna með tölum vola mikið fyrir ofan fossin, það er að orsaka þætti geðhilsu áður við færum niður fossin og færum niður fossin að takast á við afleiðingar geðraskana, skilur við. Það var allir í fljótunni hérna uppi, allir með orsaka þætti geðhilsu, það er allir. En svo er einhver Orsaka þátt í geðhilsu? Orsaka þættir í geðhilsu, svefn og hreyfing og bara þættir sem prómótera eða efla eða rækta líðan þína. Þeir líður betur. Já. Og það eflir geðhilsu. Þannig að það er allir í fljótinu fyrir ofan sumir detta niður fossin veikjast, upplega röskun, það mikla röskun og geði, hún veldur því að þú kemst ekki í skólan eða missi kemst ekki í vinnuna eitthvað tíma og þá ertu farin að koma hérna í afleiðingakerfið af því að kerfið sjálft heilbrigðiskerfið er bara 5 ferningar. Það er bara heilsuefling, forvarnir, snemskoðun, meðferð og endurhæfing. En allt kerfið okkar er bara með meðferð og endurhæfingu. Það er bara 99% peningana fara í meðferð og endurhæfingu. Við erum minna í forvörnum og heilsueflingu upp fyrir ofan fossin. Og langaði ykkur að fókusa meira á þetta? Við okkur langaði að fókusera meira og orsaka þetta geðhilsu. En við vildum jafnframt vekja athygli á því að það væri þessi fjöldi einstaklinga að því við höfum svo fáa mælikvarða aftur, huglægt, skilur, sem við töluðum áðan. En einn að fáum kollektífum mælikvörðum í Evrópu og allstar í heiminum á geðhilsu er fjöldið sjálfsvíga á 100.000 íbúa, skilur mig. En auðvitað er þetta svona absolutt mælikvarði, hvað eru margir í hverju landi sem taka lífsitt. Já. Sjálfsvíga hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda munum alltaf gera, en við vissum það að þessi tala, við vissum sirka hvað hann var, við höfum fylgst með umræðinum umferðslis og dauðaslis og sjóslis og og við vissum það líka að heildarfjöldi dauðaslisa þess að umferð, flug og sjór væri komið meirinn helmingi fyrir neðan sjálfsvígin. Þannig að við vildum einhvern veginn vekja athygli á þessum mælingu, þessar tölu, þessum lífum, þessum mannslífum, þessum aðstandendum þeirra, sársökanum og öllum afleiðingunum. Þannig að við ákvaðum að nota töluna 39 sem er talað þeir sem tóku lífsitt á síðasta ári og meðaltalstala síðustu 10 ára til þess að pota, skilur við, til þess að vekja athygli og halda henni bara úti í 5, 6, 7 daga á þess að segja neitt. Sumir heldur að þetta væri auglýsing frá Hagkaup eitthvað, þetta væri þessum litum eða vissi ekkert hvað þetta var. En leið og við myndum segja hvað þetta væri að fara þá með umræðana út í vítt samhengi orsaka þátt að geðhilsu. Og það var einhvern veginn, þannig settum við þetta upp sem plan. Hvar stöndum við gagnvart öðrum þjóðum í fjölda fólk sem, ég meina, lítur að vera einhver svona mælikvarði á þetta yfir Evrópulöndin eða Norðurlönd eða Já, við erum ekki efst við erum svona kannski einhverstaðar, ég hef ekki kynnt mér að nákvæmlega, Litáin hefur alltaf verið einhvern veginn efst í Evrópu og Rússland. Af Norðurlöndunum held ég að séum einhvern veginn í öðru eða þriða sæti, ég man ekki, ég held að Finnar séu alltaf aðeins fyrir ofan okkur, en ég hef bara ekki alveg búin að tékka þetta nýlega, þetta. Ég veit það þó að þetta var talin í fyrra og það stefnir því miður í það að talan í ár verði herri. En við vildum vekja athygli á þessu að því við veltum því fyrir okkur, viljum við sem samfélag ekki tala þetta eins og við höfum gert eða viljum við tala þetta? Og við töluðum við marga aðstandendur sem hafa mist sína nánustu fyrir eigin hendi og samdóma álit þeirra var það að það myndi hjálpa bara að opna umræðina að tala sjálfsvíg og þess vegna ákvaðum við að gera þetta í samvinnu við samstarfi við Píeta-samtökin. Við vorum saman í þessu. Við keyrðum svo herferðin áfram þá störtuðum við þessu öllu og unnum þetta í samstarfi við Píeta-samtökin. Þú sagðir að þetta var meðaltal síðustu 10 ára líka. Já. Þannig á hverju einasta ári er meðaltalið 39. Já. Er þetta þá ekki að fara vaxandi eða? Það fór árið 2050, það var hæsta talan. Árið 2000? Já. Vá. Það voru 50 sjálfsvíg. Og þau eru alltaf aðeins fleiri því það er alltaf ykkur kannski sem er ekki skráði sem kannski látast í umferðslýsi, skilur, þannig að já, en 50 var árið 2000, þetta hefur alltaf verið á bilinu 35, 6, 7 svona yfirleitt, en árið 2000 fór það upp í 50. Og er eitthvað mynstur í þessum hópi? Er þetta meira drengir eða? Já, þetta eru meira kallmenn, af því að það virðist vera að þeir beiti líka svona drastiskari hætti við þessa aðgerð
það er tala byssu, skilur og svo erum við náttúrulega, en við erum með fleiri held ég að sé rétt farið með konur sem leiti sér aðstofagnar sjálfskaðandi hegðunar sko. Já, sem þá þú myndir segja aðeins vægari Já, svona í áttina þessu en oft líka bara hjálp sko eða, já einmitt en hérna, já, við vildum ræða þetta, við veldum líka fyrir okkur sko, hvað ef við settum bara kross hérna á tölu staðar, því eins og það er kross hérna upp á sandskeiði með töluna þeirra sem hafa látið í bílslysum, er það óviðkvæmilegt en við ákváðum endan við samvæðin við þessa aðstandendur og Píeta að fara þessa leið. Þannig að ég held að þessi tala sé núna orðin allan svona opinber og mennur svona já, ok, þannig að það verður kannski ákallum það í framtíðin að vita hvað voru það margir í ár sem tóku lífsitt sko. Já. Af því að þetta er eins og segja einn af fáum hlutlægum mælikvörðum á geðheilsu þjóða. Og er hægt að vinna í aðgerðin þarna fyrir ofan fossinn þannig að þessi tala myndi fara lækkandi? Það er ómögulegt að segja. Já, ég tel það vera en við komum fram fljótlega með 9 aðgerðir sem við beindum að ríkisstjórnum vorum síðast í morgun að ræða á fundum í fjárlaganefnd. Til að lausnum? Já, til að svona lausnum en það, eins og ég segi, það er ekki, við getum ekki sagt fyrir það þó að vera gerð úttekt á geðheilbrigðismálum eða setja auki fjármagn í heilsugæslun sem þverfallegan fyrsta viðkomustað eða veri byggt nýtt geðdeildahús eða hvort að þessi tala muni breytast endilega því að það er ómögulegt að segja hvað þar til ég held bara að það þurfi til líka bara samfélagsgerðin í heildsinni, ég er ekki að segja að við búum í slæmu samfélagi en við getum alltaf bætt okkur og við erum bara þegar við komum saman að þá á við stórasta landi heimis og sagt árið og það allt saman en ég held að sko umburlind, kærleiksríkt og skilningsríkt samfélag sé besta leiðin til þess að lækka þessa tölu. Já. Svona heilt yfir. Það hljómar eins og viðamikið verkefni að gera samfélag umburlindara. Já, það er kannski ekki þetta er bara svolítið snúið núna á þessum tímum með samfélagsmiðla, falsfréttir það er einhvern veginn allt sem er einhvern veginn að svona senda okkur í sitt hver áttina, þú veist, menn taka afstöðu í sitt hver skotgröfunni, einhvern veginn með og á mót og svo verða bara einhver orra hríð á milli og svo líka svo hætti eins og þú veist sjálfur bara með samskipti á netinu í Messenger að hvað það er að miskiljist og þessi emojis og allt þetta skilur ég er kannski gamaldag sem ég veist ennþá best bara einhvern veginn að ringja mér finnst oft skila sér betur tala ekki að hitta fólk, það er svona, það er toppurinn sko en maður þarf að þekkja fólk svolítið vel til að eiga góða samskipti í gegnum þess að miðla það er þetta já, mér veist það þannig að það að búa í skilningsríku umburlund og kærleiksríku samfélagi það er stórt verkefni sérstaklega núna þegar að sko að því að við höfum oft talað það með nauðung og þvingun í geðheilbrigðismálum að það er allt saman byggt á skaðalögmáli John Stuart Mill og Mill þessi enski heimspekingur segir á sín tíma siðasamfélag hefur þann rétt að svipta einstakling frelsi síðan hættulegu sjálfum sér öðrum en byrju hver ætlar að segja það hvenær einstaklingurinn er hættulegu sjálfum sér öðrum í lögræðislögunum þegar einstaklingar með geðraskanir eru svipti þá segir 28. greinin bara en 19. greinin segir að það er heimilt að nauðungavista manna á geðsjúkrahúsi síðan haldinn geðsjúkdómi eða að verulega líkur séu á að hann sé haldinn geðsjúkdómi skilur það er bara basically open það getur haldið hverju sem er læknir getur haldið í 72 tíma svo getur verið vistaðir í 21 dag gegn viljaðinum með að sveitafélagi skrifa undir og svo er þetta sjálfræðissviptaði þannig að svona 3 fasar en núna á COVID-tímum þá fer þetta lögmál Mills bara þá er þetta að skoða það í víðara samhengi og ég endur tek það aftur. Hvert siðasamfélag hefur þann rétt að svipta einstaklingsfrelsi síðan hættulegu sjálfsögðu öðru. Og hvað er búið að vera að gera undanfarið? Það er ekki búið að svipta okkur frelsi, það er búið að takmarka frelsi okkar. Það er ekki satt. Og þetta er stóra debati í dag með þá sem eru hlindir frjálsíkjunni öðru megin. Sigurður Andersen hefur talað mikið og Brynjar Níelsson og fleiri og svo eru hinir sem tala fyrir svona öðruvísi nálgun sóttvarnamála og þetta. Þannig að það eru þessi pólar þar og þeir þetta skaðalögmál er alveg applicable þar, það er að setja þetta í þetta samhengi sko, það er ekki verið að tala sviftafrelsi en allavega takmarka frelsi og menn er ekki endilega hættulega sjálf en hættan felst í smitinu sko. Já. Þannig að mér finnst þetta bara svona svolítið áhugavert að skoða þetta skaðalögmál í þessu samhengi núna COVID-tíma, já.
að hefta frelsi Já, það er verið að takmarka frelsi okkar, maður bara 10 manns hittast, þú þekkir það, þú veist hvað reglunar eru núna, mátt þetta ekki og það er verið að höfða til sko public good eða almannahilla. Ef við gerum þetta, þá er alltaf líkur því að við erum að hámarka almannahill og þetta er lífið í kerfinu. Löggjafaldið, framkvæmdaldið, sérstaklega löggjafaldið er alltaf að gera þetta tvennt. Það er að takmarka frjálsan vilja til þess að hámarka almannahill. Skilur, svo takast mér bara á það, heyrðu, sem að banna þær að keyra hraðar en 90. Ég vil 120. Nei, 90. Akkur, já, það hámarkar almannaheill. Já, en það takmarkar minn frjálsa vilja. Já, nei, alveg sama, við erum bara blákað þetta svona. Og skilur, allir þessar lög og reglur og allt þetta er alltaf að gera þetta sama. Hámarka almannaheill og takmarka frjálsa vilja. Svo koma pólitísku kenningarnar, sósíalisminn og frjálslyndistefnan og endalaus átök. Og það kannski gerir þetta dýnamíst, en manni finnst einhvern veginn núna átakalínuna séu, eins og þú veist bara einhvern veginn enn skýrari. Sérstaklega að kreppir þá er erfiðar að eiga við innflytjendamálin. Það verða bara útlendingar, skilur, taka vinnuna og allt þetta. Það verða, og þetta kalla einhvern veginn fram með þessa varnarhætti sjálfsins. Við erum öll með þessa varnarhætti. Það sækir ykkur að þér. Það gerir ykkur eitthvað á þinn hlut og þú bregst við. Það er eitthvað innbyggt kerfið þér sem ver hérna garðin heima hjá þér eða hvað það er, skilur. Þannig að og það er bara spurning, hvernig skilgreinir þið? Ertu Íslendingur? Ertu Evrópubúi? Ertu heimsborgari? Eða ertu bara kópásbúi? Eða byrjuð bara í auðbrekkunni? Eða skilur, hversu vítt getur þú náð með hver þú ert, sjálfsvitund þín? Það er sem menn segja að ef þú getur farið alveg hérna, ég er heimsborgari sem fæst, þá ættir alveg að geta einhvern veginn samþykkt það að hinga komi fólk, skilur þú, frjálst flæði eins og globaliseringi segir, frjálst flæði fólks og fjármagns allan heim. Þú getur flutt peningana til Indonésiu og framleitt gallabuxur í Jakarta og flutta svo hinga og selta undir þínu nafni eða hvað það er og bara frjálst flæði fjármagns, en svo er fyrir fólk að flæða líka og það tekur með sér trúabröð og menningu og allar þessar hluti og þá er það svolítið svona, herðu, við erum í þjóðríki og það er menning og við erum með þorrablót og þetta er skilju, þannig að það fara að vera svona vesen og svo þarf að koma svona tíma svo COVID og þá þrengir að öllum og þá er enn meira vesen af því að, skilju, en þetta var fólki sem byggði upp góð, skilju, þannig að þá reynir virkilega á hver er heill og hver er ekki heill og þetta með umburlendi og það allt saman þannig að Býtur reynir á hver er heill og hver er ekki heill? Nei, ég meina, þú veist, með að vera heill þá á ég við sko mannin sem býr á sama stað í 80 ár einhvers staðar og fordæmir útlendinga hingað en fer svo í sömur og sem sitt á Spán og nýtir allar þjónustuna þar og finnst ekkert að því. Það finnst mér ekki vera alveg lógist, skilur. Nei, ok. Þannig að þú myndir að segja að hann var ekki heill í þessum skilningi. Nei, ég myndi að segja að hann var ekki alveg samkvæmur sjálfum sér. Ég skilur mér. Það er það sjátt við. Þetta er aftur á móti það sem að ég er nú ekki skoða mikið í þessum fræðum en eins og maður les Sapiens eftir Yuval Noah Harari, hefur lesað hana? Já. Það sem hann er að tala um þetta hvernig þetta, þú veist, bara eins og alþingi eða ég er Íslendingur og það sameina bara allt í einu 350.000 manns, bara eitthvað sem þeir aldrei tekist að gera og stærsta sameiningafli er eins og trúin, bara að segja ég er kristintrúa og allt í einu áttu vini allan heim og ég meina ef við myndum fara til útlanda og það var inn í banka og bankin er rændur og allir teknir sem gíslar ég meina, og sem myndir sjá að vera 2 aðrir Íslendingar í hópnum, þeir myndir bara þeir eru bara bestu vinir í gegnum þetta bara út af þeir eru Íslendingar þeir þekkist ekkert á landinu sjálfu. Já, en það er þessi kollektífur hópar og mörg svona dæmi og svipu dæmi sko, bara mannlegri heiðan skilur að þú gengur Oxford Street og þú sér mann sko vera að biðja pening og hann getur ekki staðið eða hvað það er en það eru 100 aðrar að ganga þarna framhjá og þú bara gengur framhjá en þú sagði sama manni þú var að ganga einhvers staðar upp á Laugavegi einn og þið var 2 einir þá stoppar þau, skilur þú veist þetta eru svona dæmum þú veist að maður myrti fyrir framann stort fjölbýlshús í New York skilur og lögreglan kemst að í rannsókninni það voru 19 mann sem sáu morðið frami en það var enginn sem hringdi inn af því allir ályktuðu að einhver annar myndi gera það skilur, þetta er svona bara og núna erum að skoða eða sjá þessar fréttir eins og Arnarholtum meðferð geðsjúkra, skilur, einhver sem er teknin út fyrir sviga í samfélaginu, settir inn eitthvað og loka heimili og einhver aðri settir yfir það fyrir bara minna mann á tilraunum fanga og fangaverði í þessari frægu sálfræði tilraun þarna frá 70 eitthvað þegar hópnum er skiptið tvennt og aðrir eru látni leika fanga og hinn látni leika fangaverði og fá að administrera refsingu gegnum raflost, skilur maðurinn er svo mikið skepna sko undir
skilu, en við erum bara með allt þetta kúltúr og siðferði og etikett og allt þetta, en undir niðri verðum við líka viðurkenna það að við erum svolítið spendir, en við erum með virkan framheila og það náttúrulega skilur okkur frá öðrum og það gerur okkur fært að sína samkennd og þetta allt saman, en stundum virðist bara að vera styttara niður á hitt líka, það er að segja þetta dýrslega. Finnst þér að missa vonuna því meira sem þú veist? Nei, mér langar bara meira í bað. Þið langar meira í bað? Hefur ekki við, sko, það að fara í bað eða heitan pott Snorri, sko málið það. Ég las bókina þannig, ég veit alveg hvað það. Ég hef alltaf opnað hurðrendar ef ég fer í bað. En sko, ef ég fer í heitt bað, að það sem gerist, og það sem gerist í öllum fara í heitt bað, er það að blóðið, þegar þú kemur upp á baði, fer allt út í húðina til að kæla hann niður. Og þá verður svo lítið blóð eftir í heilanum, og þá líður mann svo vel. Þannig ég missi enga von, ég fer bara í bað. Þetta er skemmtileg myndlíking við ignorance is bliss. Já, reynda líður þetta hjá bara einhvern 2 tímum, en þetta er rosa gott. Þannig áður ég kom til þín, þá fór ég í bað. Það? Já. Geggjað. Til þess að þurfa að hugsa minna í þessu. þessu. Já, bara til þess að gleyma mér aðeins, sko. Þetta er þetta góð leið, ég hef aldrei heyrt þetta. Að fara í bað? Ég hef heyrt af því, en bara svona hvatinn á bakveða og svolítið frumlegur hjá. Já, bara ef þú ferð eftir að fara í eitthvað svona stressful, skilur við eitthvað sem, viðtalið hvað þetta að fara að gera, að fara í klukkutíman bað. Bara 43-4 gráður, alveg sjóðandi heitt. Það er lykillinn. Já, ég menna sama á, þú getur farið í heitan pott eða hvað það er, bara verið í heitu vatni, það er rosa therapútískt fyrir heilan. Já, finnst mér að því að það er bara einhvern veginn tæmir svolítið, blóðið fer bara eitthvað annað á meðan. En var ekki líka einhverju hvað segir maður, svona tíðnin eða þess að það? Jú, að hjálpa til, allt vatn sko aframagnar þig. Þú veist, þú þekki stöðuramagni, það er stöðuramagni í klingu, þú manst kannski eftir í gamla daga, þú veist með hendina á sjónvarpunum, gamlu sjónvarpunum, að þá varstu með alveg bara 2 cm frá og þú fannst fyrir rafmagninu. Að við erum gangandi rafveru sko, það er ekki grín með þessu árur, það er bara rafmagn í kringum okkur, þannig að þegar maður fer í vatn og þá það bara neutraliserar með því, þú neutraliserar, þú bara þéttir allt rafmagn utan á þér. Já. Og það líður öllum, ég veit ekki neitt sem líður ekki betur eftir að hafa farið í sundi eða vatni eða sturtu eða eitthvað, vatn er bara heilandi efni og sjórin er náttúrulega bara ekstra og meikar það aðeins að fara í sjóin og synda aðeins og það er náttúrulega bara það er pjúra náttúrutenging, en vatn bara sko er ofboðslega heilandi og enda prófið þetta árið með vatnsböðin, heitt og kalt til skiptis og geðsjúkum. Og það gegn andlegum sjúkdum? Já, þú horfa það er frábært til þátturinn per se, Nurse Ratched á Netflix er eitthvað þáttur hjúkuna Ratched sem var Mildred Ratched í bíómyndinni One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sko, en hún er tekin frá 67 að hún átti að gerast þarna í kringu 70 og hún er farið eitthvað 20-30 ára aftur í tíman að gera það mjög ungri konu, ungum hjúkrunarfræðingi sem er að fjást við fjöldamorðingja og geðsjúkrahúsi í Kaliforníu en það sem er merkilt þess að þáttuseri að það er farið í gegnum alla þessa tilraunamennsku geðlæknisfræðinni í þáttunum. Það er sýnt frontalabotomy eða framheilanámið, rafloftmeðferðnar eru sýndar, köld og heit böður sýnd, það er einhvern veginn bara þetta er svona dokumentari yfir það sem geðlæknisfræðinni er búin að prófa í gennum tíðina í þessum þáttum sem heita Ratched. Ég er þinn reyndar að þættinni sjálfur fengi ekki droslega góð dóma. Þú ert ekki búin að sjá það sjálfur? Jú, ég er búin að sjá 4 þeirra, 4 eða 5 af 6-8 þáttum og sjá þessa. Mér finnst mjög, sko, fatnaðurinn er ótrúlega flottur og húsn og geðdeildin er bara eins og hótel, sko, en það er sérst, meðferðin er sýnt þarna, það er einhvern veginn farið í gegnum sögu meðferðar í geðlæknisfræðum. Það er að segja þessi heit og köldu böð, framheilanámið, rafloftmeðferðina, insulín kómað og það er einhvern veginn allt tekið fyrir. Þannig að það er svona. Hvað finnst þér eins og svona nýja bylgju af þessu eins og þetta er enda náttúrulega, ég ætla að segja þessi nýbylgja en kannski gömul fræði en eins og bara Wim Hof og svona öndunaræfingar og kuldin og allt þetta sem náttúrulega vísar allt yfir í bara náttúruna og svona okkar eðli. Mér finnst það mjög jákvætt þegar það kom fram þegar Wim Hof kemur fram á sínum tíma og menn fara að prófa þetta fyrir einhverjum 4-5 árum og það verður hreyfing hérna á Íslandi, einhver Facebook-hópur og svo Þór Guðna og þeir stofna þetta Primal hérna niður í Skeifu og menn fara að fara námskeið. Mér finnst þetta mjög jákvætt, þetta með öndunna og kölduböðin og það fannst mér, ég prófaði þetta sjálfur og mér finnst þetta mjög áhugavert og sérstaklega kölduböðin og öndunin náttúrulega. Þannig að ég held að það hafa bara verið mjög jákvætt
en mér finnst einhvern veginn eins og mér finnst ekki það, ég veit eins og það að miklu stærri bylgi á leiðinni í formi notkunar á sílosíbínu sko. Ég alveg klára því að innan 2-3 ára verður FDA búin að leyfa notkun þessum lyfs, það komið í 3. fasi tilraunum bæði hjá John Hopkins og Imperial College í London, þannig ég klára því að það mun valda strömmkvörum í þessum fræðum. En þá náttúrulega fer kapitalismin beint í það. Já, hann er þegar komin í það, ég meina íslenski fjárfestar, Björgólfur Thor held ég sé komið með 3-4 milljarða í fjárfestingu bæði Ata Life Science og Compass Pathways, 2 fyrirtækjum í Bretlandi, þannig að þú veist, það er allt komið fullt þar sko, en háskólarnir eru þeir sem leiða þetta ennþá og þetta er 3. bylgjan af tilraunum mannkins við að notast við þessi efni og hún hófst eiginlega svona það bil 1999 í John Hopkins, en þá hafði sko tilraunir á þessum efnum legið niðri bara frá því að Nixon lét banna það bara eftir tilraunir Ram Dass og Timothy Leary í Harvard sko. Bara sett undir einn hatt. Já, bara fíkniefni, eiturlyf. Þetta er náttúrulega ekki fíkniefni eða eiturlyf eða neitt því, þetta eru vitundarvíkandi efni og þau skora svo lágt í fíkna, þau eru miklu lægri en kaffín og nikotín sko. Það er sem að segja að þetta var látið undir einn hatt og þess vegna var ekki rannsakað. Já, það var allt bara einhvern veginn partur af counterkultúr, þetta var bara counterkultúr og móti Vietnam og þetta var allt orðið einhvern veginn, komið á þann stað. Þannig að þetta er náttúrulega efni sem eiga 11.000 ára gamla sögu sko. Og en það verður bara áhugavert að sjá hvernig okkur tekst núna að höndla það og hvernig þetta hvað gerist þegar að þetta verður, ég er samfærður það að þetta verður selt innan næstu 5 ára sem lyf sko. Innan næstu 5 ára? Já. Wow. En sko þá ertu komin aftur með annað lyf. Já. Það er bara svona de facto viðurkynda leiðin til þess að hjálpa fólki. Þess vegna nefndi ég Wim Hof og þetta. Þetta er bara gæðið sem er að segja dragða andan djúpt og farðu hún í kalt vatn. En það er svo rosalega peningar í veikindum, skilur við. Það er bara einhvern tengingin. En ég er alveg sammálaði með það að þessir þættir eins og köld og heitböð eins og tölum áðan og öndunin og aðrir þættir sem vinna með orsakaþætti, klárlega mataræði, það er alveg massíft mikilvægt, rosalega mikilvægt. Og þess meðan Lukku hérna fyrir einhverju síðan, var ekki? Unni Páls. Jú. Já, hún er vantarlega að tala eitthvað um mataræði og það skiptir rosa miklu máli varðandi geðheilsu og andlega líðan. Talar fyrir sjálfan þarna? Já, ég prófaði keto-kúrin hérna í hálft ára, 8 mánuði held ég. Og misti eitthvað 12 kíló og ég fann öðru í líðan og ég tala fyrir sjálf mig og eins með sykur og koffín og þessi efni. Og hvað brást? Það brást ekki neitt. Ég var bara svo mjór maður, ég veist þetta ekki ganga hana, ég fekk mig bara pizzu og fór aftur, en ég meina, þetta er heldur ekkit svart hvítt, maður fer ekki alveg tilbaka, maður svona einhvern veginn finnur eitthvað ég bara létti svo rætt sko, ég allt í henni var bara búin að missa, ég var 100 kíló og komin allt í henni í 88, mér finnst það bara á lítið, eða skilur við. Þú veist ekki að svelta þig? Nei, alls ekki. Það er náttúrulega konceptið með þessu að þetta séu hormónar en ekki kaloríur. Já, ég fór alveg eftir bókinni sko. Þarna kemur einmitt inn sko og maður sé að horfa alltaf á næringu sem bara fitna ég eða fitna ég ekki, ég er bara að minna til þess að grennast, en síðan kemur þú og segir bara og þetta er mjög mikilvægt upp á geðheilsu líka. Já, og það líður betur. Okay, þannig að ég geti fitnað og líður verð. Svo er svona jurti eins og Ayurveda, eins og indusku jurti sem er eitthvað 1000 ára sögu, 2000 ára, hvað langar sögu? Ayahuasca? Nei, Ayurveda fræðin, ekki Ayahuasca, það er nú vitundavíkandi efni og allt annað úr Rótarbergi hérna frá Amazon. Nei, Ayurveda-fræðin, það er þetta með greina fólknir í pitta, kafa, vata og svona ákveðin form, en það er svona efni sko eins og trippala, veit ég hvað þú heyrt það er nú bara selt í lyfjahúsum hérna, lyfjabúðinni og heilsuhúsum segja og þessum stöðum sko, sem hjálpa til við meltingu og svona efni sem hjálpa fólki með svona bara að halda jafnri orku við daginn og ég fór að stúdera þetta svolítið líka á sín tíma. Það er að segja bætefni og mikilvægi D-vítamins, mikilvægi B-vítamins fyrir taugakerfið. Þetta eru 2 vítamin sem ég tek alltaf og K2 líka. D og K3, K2 og D3 og K2. Já, D3 og K2 og svo B-vítamin, alla flóruna því að það er svo mikilvægt fyrir taugakerfið. Nú omega-3, gríðarlega mikilvæga fiskjóljan eða krillolja, enn betri fyrir heilan og sínopsutnar. Þannig að maður lærist svona á langri leið að velja í sig einhver efni, magnesium fyrir svefn, hjálpar mikið með svefnin,
ég viðkynni það að ég á alltaf Seroquel til dæmis sem eða Quietipin heitir það vist í dag sem svona sterkt, eða ekki svo sterkt samblað svona geðráslyfi og svefnlyfi, þannig að ef alltaf mikið álag að tekið kannski 1/3 úr 5 mg töflu og segjum svo steinn, en það gerist kannski 1 til 2 ári ef ég gerir það til þess að missa ekki rútínu. Já, til þess að missa ekki svefn. Hversu heilug rútína þín? Nei, hún ekkert svo heilug. Ekki, þú mátt alveg vaka fram eftir. Já, ég bara, ég gera það bara ekki. Maður bara honum svo rolla, skilur. Já. Nei, bara gengur alltaf, bara klukkan 11:30, já, þetta gerist bara upp á fertuveldi, fólk bara fara alltaf að sofa á sama tíma. Já, en ég held kannski að þú væri bara klukkan og kostur 10 og ég fer alltaf svo 10 og tekur töflu. Ég ekki hérna, ég var hérna rosalega mikið eins og hersöðingi með svipuna. Ég verð og ég þarf og ég verð, alltaf að berja mann áfram. En svo hætti ég eitthvað, svo var ég að gera tilraun líka á mig bara með þetta, með sjálfleysi sko, ég tók 4 setningar, alltaf þessu, hérna, langa, hafa, vilja, já, sko, hérna, já, vilja, langa, hafa, vilja, já, allan þetta, að taka út þetta, ég vil og mig langar og hafa, sko, að vera ekki alltaf að með kröfunar að ég vil þetta, mig langar þetta, ég vil hafa þetta, ég vil, skilur, að einhvern veginn að gefa það upp, skilur, að sleppa tökunum, bara láta sig ekki langi neitt, láta sig ekki vilja neitt, láta sig ekki þurfa, já, eða þetta, og eða gefa svolítið upp á þessari, að þetta svolítið eins og svipa mann alltaf í þessu markmiðstrifna, að því að ég menntaði mig í stefnumótunarfræðum og það eru stefnuþættirnir helstu sko framtíðarsýn, hlutverk að móta sér framtíðarsýn greina frá hlutverkum sínum og gildi og sko, fyrir fyrirtæki eða skipulagsheldir og setja sér svo huglægt markmið sem svona yfirmarkmið sem huglægt til að jafna geðheilbrigðisþjónustuna, jafna aðgengi, setja svo hlutlægt markmið á að stefna á það að opna frekar 10 rúm heldur en 2, skilur, að setja mælikvarða á það og eitthvað viðmið og eitthvað svona. Þannig að ég var verseraður í þessum heimi einhvern veginn fyrir sveitafélög eða landshlutasamtök eða fyrirtæki eða stofnanir eða ríki eða hvað það verður eða málstefnur, ríkisstjórnarnir fjármálaáætlun að setja markmið og hafa framtíð sína reynu og allt þetta reynu og lífið verður einhvern veginn svo markmiðstrifi að þú horfir bara á þetta hlutlæga markmið sem þú ætlar að ná og ert alveg fókusir á því. En á einhverjum tímpunkti þá hætti ég þessu, bara, og slefti bara, ég nenni þess ekki. Þetta er bara of, ég ætla ekki að segja ekki smásalalegt, en þetta er bara of eitthvað, þetta er bara leiðilegt, sko. Að vera, en þetta er svo mikilvægt til þess að fyrir skipulagsheldir, hvort sem er fyrirtæki, félagsamtök, ríkið eða sveitafélög, að, við höfum talað þetta í fræðunum sem framkvæmdaleiðina, að því hin leiðin er fyrirheitnaleiðin, þannig að fögur fyrirheit, goodwill paves road to hell alltaf that's with good intentions þessi viðtingi háttur stemt verði að, huga verði að, tryggt verði að verði þinn vilji og svo gerist ekkert, skilur alltaf eitthvað stefnur, já við ætlum að gera þetta en svo bara, það gerum ekki neitt sko. En að við fórum út í það hjá ríkinu að lobbya fyrir því upp á 2012 ég og Pétur Berg Matthíasson sem þá var í fjármálaráðuneytinu skrifum ykkur greinar að fara frekar framkvæmdaleiðina að setja sér þá hlutlægari markmið og vinna að þeim og taka stöðuna reglulega, skilur, erum við að nálgast þetta markmið, erum við að fjalla þetta, hvar stöndum við, af því að ríkisáætlanirnar 120 voru bara uppfullar af viðtingahætti, stemt verið að, huga verið að og tryggt verið að, það var ekkert engin hlutlægni í þeim, þannig að allt þetta hefur breyst rosalega mikið í síðustu 6-7 árum hjá ríkinu allavega, þessi hugsunáttur að fara framkvæmdaleiðina, setja sér frekar færri markmið og að ná þeim heldur hann að tapa sér í hvirfilvildi dagsins og vera með allt á mörg markmið og bara tapa sjónar á þessu, frekar að forgangsraða, ég ætla að taka þessi 2 núna fyrir hálft ár, skilur, en taka alltaf mælingu, erum við að komast þangað. Og þú ert að bera þetta saman við einstaklingin? Já, bara þess að heildar hugsun, sko, að fara annarkot fyrirheitaleiðina eða framkvæmdaleiðina. Ok, en það sem þú varst að gefa upp væri þessi rosalega stífa hugsun sem er alltaf ég verð að gera þetta, ég þarf að gera þetta og þú skast ná þessu og í rauninni svolítið með svipun á þig. Já, ég var að sleppa tökunum því. En þetta sem gerist þegar þú setið við markmið? Já, ég veit það. Ég var að segja að þetta var mjög gott fyrir stofnanir og skipulagsheldur og sveitafélag og ríki og í ákveðnum tilfellum fyrir einstaklinga líka að gera þetta en á einhverjum tímpunkti allan í mínu tilfelli þegar ég fór að gera þetta, þá sleppti ég tökunum á þess að því mér fannst þetta að vera orðið of innrammað fyrir mig, þetta var of takmarkandi einhvern veginn, mér fannst einhvern veginn ég þurfa
að flæða betur. Þar að segja, ef ég væri vatn, þá vildi ég flæða bara óháð í staðan fyrir að vera að setja alltaf einhverja lænur og stíplur og stjórna og eitthvað markmið og ná þessu vass yfirborði í og svo þessu, bara leiða mér aðeins að og minnka það að vera svona upptekinn af eigin einhverju markmiðum. Skilur hvað við? Já. Auðvitað að segja þetta setja sér markmið líka, í dag ætla ég að hjálpa þeim manneskjum. En svo, í dag ætla ég að vakna, í dag ætla ég að mæti vinnuna. Þið finnst þetta bara greinlega að hafa farið of langt. Já, þetta hafði ekkit endilega að gera með einhver markmið sem ég setti mig þegar ég var að komast upp úr einhverjum veikindum, eins og ég segi 92% af minni hafa bara verið normal. Þannig að ég setti mér oft einhver markmið, einhver hlutla markmið, eignan svona eða gera þetta, en ég sleppti svo mikið tökum á þessu. Ég fór líka að spyrja mig og enda skilyrðingunni í þessu, að því að orð Trúmans er svo sönn að með ólíkjöndunum hverju fær áorka með lífi eins og framalega sem stendur á saman það hvað fær heiðurinn að því. Akkur hjálpa ég ungri gamalli konu yfir götunni í bæ? Er það vegna þess að það er ung kona að horfa mig neðar í götunni gera það? Eða byrju, akkur er ég að gera það sem ég geri? Og það kemur aftur inn að það sem ég sagði í upphafi. Hefur eitthvað að segja? Eða þarftu að hafa eitthvað að segja? Skilurðu mig? Þetta er eins og minnisvarðin í Sunnudal við Súgandafjörð. Það er minnisvarðin með Ólaf Þórðarson, hennar frábæra þingmann Framsóknarmanna sem fæddist á þessum stað og það reistur sér fallið í minnisvarði og með fullri virðingu fyrir þeim sem reistina minnisvarði sem var frábært framtak, þá hefði hann getað sleppt í að segja þetta er frábær orðum Ólaf en segja svo neðst í hægra horninu þessi minnisvarði var reistur á XXX alþingismanni. Hann sagði að hann hefði sjálfur reist minnisvarðin á minnisvarðinu. Þar með minnisvarðin 2 menn. Skilur, akkur getur ekki bara gert eitthvað gott að hans láta nokkuð vita af því. Það er það sem ég er að koma að. Já, en þetta er svolítið líka að fara gegn eigin löngunum. Já, ég hef búin að sleppa þeim en rétt á hann. Löngunum? Langa að hafa vilja. Ok. Nei. Þetta er þessi ekodauði sem já, það er nákvæmlega það sem er. En hann er heldur ekki svarthvítur. Ég held að menn geta alveg siblast genið með hann. Ég er bara að segja það, eftir sem árin líða þá er auðvöldra fyrir hvern mann að sleppa tökunum á eigin mikilvægi. Skilurðu? Þú eru mikilvægari fyrir marga aðra. En þú þarf, skilurðu mig, það er einhvern veginn, þú verður ekki stressaðu fyrir því að vera dæmdur eða ná ekki árangri eða hvað það er. Já. Menn bara einhvern veginn rólar í skinninu og bara þetta er bara allt eins og á að vera. Hvað svona? Það er hægt að sjóða allt niður í það. Það er ekki að vinna leikinn. Það er hægt að sjóða allt niður í það. Já, ég meina það er kannski bara svona þetta sætt, eða þú veist, þú nærið eitthvað sátt með það, hvílir vel í því. En ég er náttúrulega alveg upp frá alveg eins og Magnús, þetta var svo rosalega áherslu að vinna mikið íþróttum að vinna alla leiki það var almálið að vinna en þú hefur farið í félagsleik hvernig vinnur þú félagsleik? Með því að vera svo sem síðastur fundin. En hvað þú finnst aldrei að þú derið á félagstöðunum? Þá vinnur þú leikinn og tapar lífinu. Nei, skilur það er þetta að stundið þú tapar þá vinnur þú. Þetta er allt spurning um perspektíf. Því ég upplifa þannig eins og með geðgreining og þetta allt fyrir 20-30 árum að það var algjört tap. Það er bara, þetta er búið. Þú upplifið það? Já, ég meina það var tíðarandinn einhvern veginn. Ég meina fyrst eftir þetta gerist þá bara, það var 50-60% af þeim sem ég taldi kunningi, töluðu ekki mig. En skiluðu, maður upplifði skilabóð samfélagsins, skömm, tap. En einhvern veginn á þessum árum finnst mér ég að tekist að snúa þessu einhvern veginn við. Fyrir mig, sko. Ég veit ekki hvað öðrum finnst, en mér finnst það. Og mér finnst margt hafa breyst, en undir niðri, það eru alltaf fordómar. Fordómar muna alltaf fylgja mannkyninu. En þeir eru huglægir og í sinni hvers og eins. En leiðu þau birtast í orðum og gjörðum, og þá eru þau orðnir að mismunun. Og við getum tekið í vekk fyrir mismunum með alls konar lögum og reglugerðum og þvílingu, sko. Þannig að fordómarnir ná ekki að fara út í hatursorðræðu eða hvað það er, skilur við. En það er líka annað sem hefur gerst, sko, að hóparnir eru svo margir. Trans og pan, það eru svo rosa margir hópar sem allir að berjast fyrir réttindum sínum. Og frá seinni heimsstyrjöld hefur einhvern veginn réttindabylgjan risið svo hratt. Allir hafa rétt. Það minn réttur. En hins vegar er þarna koncept hinum sem heitir ábyrgð. Það er þessi samfélagslega ábyrgð og hún er kannski einhvern veginn svolítið aðeins dalað. Að mér finnst það, sko, að það sé minni áhersla á, ég ber ábyrgð gagnvart samfélaginu. Í staðan fyrir, ég á rétt.
á samfélagið, ég hef rétt á þessu og þessu þetta er bara svona eitthvað tilfinning, ég er ekki að segja neitt kynslóðatengt eða eitt svoleiðis, það er ofbúrslega áhersla á rétt einstaklingsréttin og þá komum við aftur á þessu existential krísin okkar, það að vera einstaklingur og að búa í samfélagi það er bara, hvar enda ég og hvar byrja þú og aftur komum við að trjánum og skóginum getur verið að við séum hægt að sjá þetta rótarkerfi sem er einhver sameiginlegt sko. Og hvað er það í Guð? Nei, þetta er hugmynd, menn að því að ég er á því að trú sé ekki slæm. Ég bara vil meina að brögðin hafi gert hann einhvern veginn, já, trúa brögð sko, skilur við, að brögðin einhvern veginn, þegar menninni fara að vasast mikið í þessu, að, ég sá ekkert í mann þessa skilgreiningu með, þegar Einstein var spurður hvort hann treð á Guð, þá vitnaði hann bara í Guð Spinoza, þessum hollenska heimspekingi sem með þess að frábæru ræður sem ég sákst þar daginn Guð sko, og vísaði allt annað heldur en einhver köld musteri sko. Já, ekki leita Guð í musturunum, heldur í skóginum nákvæmlega, í trjánum alltaf, þetta er ótrúlega góður þetta er rosa flottu texti Já, og þetta er náttúrulega líka lífsorðið að þjóna í auðmýkt Já, það og þetta líka bara með auðmýkt hvað er auðmýkt og ég er að kenna núna, búin að vera að kenna 4 ára á Bifröst með henni Sigrúnu Gunnars kurs sem heitir þjónandi foresta og fyrst ég kom að þessu og þá fannst mér eitthvað þjónandi foresta og fræðina bakvið kenningarnar bakvið fræðin vera bara sprottin upp á Matteus og Guðspjalli í alvöru, sá fremstiðar skal vera þjónnniðar og Jesús er náttúrulega ekkit annað en túlka sem bara þjónn gegnum öll Guðspjöllin og Matteus Guðspjalli finnst mér fjalla hvað mest þjónustu mér finnst Guðspjöllin mjög fín sko, mér finnst Nýja testamentið bara gott aflestrar upp á bara heimspeki sko Gamla testamentið er svolítið annað ég var hrifinn á Jobsbók en restin er svona, já, eins og það er en svo, ef maður fer að kenna þetta það er allir svo viljugir einhvern veginn sem taka þátt í náminu að tilenga sér aukna auðmýkt aukna sjálfstekkingu, sjálfsvitund þetta sem við ræðið hérna upphafi en þetta er viðvarandi verkefni okkar manna að einhvern veginn að ná þessu og Kierkegaard talaði svo vel þetta með auðmýktina og hjálpina þetta ef þú ætlar að hjálpa einhverjum hvað það er mikilvægt einhvern veginn að byrja því að byrja því að skilja að komast þér mögulega eins góðan stað og getur til þess að setja því í spor annara áður hún byrjar, skilur ekki að fara að hjálpa á eigin forsöndum, heldur að byrja að reyna að skilja hvar er þessi manneskja hvað er hún stödd sko geti mögulega sett mig einhvern veginn í spor hennar og þetta er bara svolítið snúið Þannig að þú fer bara í bað já, það er ágætt sko að fara í bað það er margt annað sem er gott sko en bað er gott til þess að létta aðeins af höfðinu því að ég bara þannig að ég þarf að hafa miklu meiri áhyggjur af líkamannum finnst mér, þó ég hafi upplegað eitthvað geðröskun á einum tímapunkti að þá er það þannig að sko Rudolf Steiner var með þessa kenningu astral líkamann og eter líkamann hann skipti líkamann mittvennt það sagði sko eter líkaminn er líkaminn og öll líffæriðin sem starfa á þess að þú segir þeim að starfa hjarta bara slæði, Snorri þarf ekki að segja slá og slá og nýrun og allt innibladótaði og allt bara hana, þetta bara funkar einhvern veginn, það er eterlíkaminn astrallíkaminn er sjálfráðakerfi þar sem þú átt að stýra sjálfur hugurinn og kognitív getaðinn og hann segir að það sé svo mikilvægt að hafa balans milli eterlíkamanns og astrallíkamanns en það eru til týpur sem fara með balans í ekstrím þar að segja að manneski sem er rosalega sterkur eterlíkami og veikar astrallíkami svona, jæja, hvað segirðu, kannski rjóð í kinnum og öll í skrokknum einhvern veginn og algjörlega óupptekin af sjálfum sér einhvern veginn, eða pælingum og bara einhvern veginn, ekkert heimsk, ég er ekki að segja það, heldur bara þarna, en þeir sem er með óbáslega sterkan astrallíkama eru kannski grannir og reykjandi planandi, alltaf í hausnum á sér, einhvern veginn bara, og líkaminn er bara einhvern verkfæri til þess að flytja höfuð á milli funda. Nei, skilur, það er bara eitthvað, þú býrð bara í hausnum á þér, þú ert bara alltaf meðvitað það og sért með líkama. Það er alveg til einstaklingar sem upplifa þetta. Þannig að galdurinn er einhvern veginn balansinn þarna á milli. Og þess vegna þú að segja að reyna að fókusa meira á líkama. Á líkama, já. Að vera ekki bara að flytja hausnum á þér á milli. Já, nákvæmlega. Og fara í bað og vera, gera eitthvað með skroknum og þetta.
er ekki alveg fastur í hausnum. Vegna sem ég man alltaf, sko, fyrst þegar ég var að fara í fyrsta oflætis episóðuna, var ég í læknisfræði upp í háskóla, nýkomin heimann frá Bandaríkjunum, 92, Clinton var að vera forseti, ekki orðin það, og þá byrjaði þessi tilfærsla og þetta milliheimaflökt, eins og ég kallaði núna, flökt á svona þessum milliheimaflökt. Já, ég kallaði milliheimaflökt. Við dreymi stundum látna ættingja mína, þau koma til mín, það er bara milliheimaflökt á nóttunni í draumunum, það er alltaf lagi, skilur við. En milliheimaflökti sem hófst, sko, að það hófst þannig að ég misti fór að missa svefn og bara gat ekki sofið. Og ég man, ungum ári, ég tók Geri-komplex sem var bætefni þá, en það var uppfyllt af Ginseng og Guarana og það er svona örvandi. Já. Þannig að ég var fyrir og átti erfitt með að sofa og þá man ég bara að ég fór að taka þetta upp þannig að ég hlakka svo til að vakna að það tekur ekki að fara að sofa, skilur við. Og eftir einhvern tíma þá var ég bara hættur að sofa og svaf ekki þannig að manni 92 í halva mánuð og þá náttúrulega segir sér sjálft að það fer eitthvað að brenna yfir hjá öllum bara sem sofa ekkert. Þannig að það var svona fyrsta að missa stjórnina og það er mjög óþægilt að missa stjórnina á eigin huga og eigin lífi en eins og ég segi, eftir því sem það hefur gerst sko, þá lærir maður alltaf betur og betur og það er svona að ég vísa í þessa orsakaþætti og bað og eitthvað svona að manni lærist einhvern veginn að vinna með þetta og umfram allt kannski að vera ekki meðvirkur gagnvart ástandinu, að hafa ekki bara að fara í spíralinn, að fara að hafa áhyggjur af því að hafa áhyggjur af því að hafa áhyggjur af því að hafa, þetta er ekki gott sko. Þá ertu bara komin í bítur í skottu þér og það er að því að þú veist að þetta er ekki rétt að þú veist að þú átt að sofa og veist að þú getur ekki sofið og þá verður að hafa ágjörð að það getur ekki sofið að því að þú verður ágjörð að það standa ekki gagnvart fóldrinum, samfélag, eða skilur þannig að þetta var svona fyrsta en svo lærir maður bara og svo gerist annað marvelous sko, frábært fyrir ekki slettunar degi íslenska tungu 16. nóvember að með árunum að það hægist á líkamsstarfseminni og hormónakerfinu og öllu þessu, það hægist bara á því þannig að fyrir ört fólk er mjög gott að eldast það verður bara rólegri með árunum þannig að það er bara í besta mál þannig að þú þarft ekki eins mikið kaffi og svona, eða kannski meira kaffi en það er bara, ég upplýði allan að þannig En ég búið virkilega gaman að tala við þig Núna undir lokinu langar mig að bara spyrja þig út af að þú ert búin að læra þessa hluti yfir árin og kannski eitt af því er bara að það er gott að eldast en fyrir fólk sem er bara að díla við alls konar núna í tengslum við ástandið og þú ert náttúrulega búin að læra svo mikið að sjálfa þig og í kringum þín störf hvort sem að fyrir geðhjálp eða bara hjá hú eða eigin forvitni hver er svona lyklarnir í þessu núna á þessum tímum? Sko, ég held að aðalatriði núna sé að átta sig að þeir verum í þessu fasa fram að bólefni, svo tekur annar fasi við eftir bólefni og svo skilur þetta fasa bara að reyna að búta þetta hans niður og hafa ekki miklar áhyggjur ná að taka stærra samingi, ég veit að það er erfiðar að maður er yngri, ég held að bara hafa ekki miklar áhyggjur af ástandinu að því að og líka að skoða þetta þannig með jákvæðu höfufæri það eitthvað sem ég get lært á þessu og ef ég á döðum tíma, ef ég er ekki skóla eða ekki vinnu, hvað get ég gert við líf mitt núna? Get ég farið í nám á netinu, get ég hjálpað öðrum, get ég farið í Rauða krossin, get ég verið heimsóknarvinur, get ég verið síma, hvað get ég gert fyrir aðra? Það hjálpar til með að hvíla þetta hugsunum sjálfa sig, vegna þess að oft er það best fyrir mann sjálfan að gera eitthvað fyrir aðra þannig að ekki hafa miklar áhyggjur og reyna að skoða þetta í starra saminginu og í öðru lagi þetta að velta því fyrir sig hvernig geti best nýtt tíman því að það er allt sem við eigum, það er þessi blessaði tími og hann kemur ekkert aftur og í þriðja lagi sko hvað get ég gert fyrir aðra núna og náttúrulega hvað get ég gert fyrir sjálfa mig og ég held þessi mjög mikilvægt fyrir ungt fólk að komast í skóla, komast í einhverja virkni 2009 þegar þetta kom upp þá voru bætur ungs fólk skilirtar og það þurfti að mæta með reglum millibilin í vinnumálstofnun skilur bara til þess að halda fólki virku því að hættan er svo að
að eitthvað ungu fólki geti lokast inni einangar 2009 þegar hvað kemur upp? 2009 kreppunni bara bankahruninu, efnahags, þá var mikið ungu fólki á bótum og það endaði með því að ákveðin hópar var skilyrtur. Þetta var svona rifrildi þá, hvort að vera að brjóta mannréttindi eða eitthvað svo leiðis, en það var ákveðið að skilyrða hópa fólki 18-25 ára að mæta reglulega niður í Vinnumálastofnun og skilur bara til þess að halda því virku. Og þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að halda sér virka, því það er alltaf hætta í svona aðstæðum að við missum að fólk heldist úr lestinni, að það er einhver sem dett út að því þeir missa virkni og missa rútínu. Þetta er svona disruption, þetta er rof í samfélagið. Þannig að það er mjög mikilvægt, en það sem er jákvætt við þetta þó líka er bara að það er aukin samskipti og samvera á heimilum meðal fjölskyldumeðlima. Það er ekki alltaf að vera gott, það er líka greinilega aukningi misbrestum á samskiptum eins og hjá lögreglunni, heimilisofbeldi og eitthvað slíku, en það taka það jákvætt og horfa á þannig að þessi jákvætt að eyða meiri tíma með þeim sem maður elskar og þykir vænstum, en aðalega þetta kannski að reyna það að taka þetta ekki alvarlega, en ég veit að það er létt á orðið, fólk hefur mist vinnu og það er efnaðislega áföll og fólk hefur minna milli handana og þar fram til götunum. En við þurfum líka að breyta því svolítið sem samfélag. Mér finnst svolítið sérstætt að þau eru ennþá að taka myndir af fólki í biðröð eftir mat, að fólk getur nálægt fengið bónuskort eða krónukort eða eitthvað kort til þess að kaupa mat fyrir, og þá komum við aftur að þessu akkurat að gera gott og þarfst að láta aðra sjá þau gera eitthvað gott. Ég getur ekki bara fengið kort eins og Marstisnefnd og hjálparstarf kirkjunar afhenta, en allt í eitthvað kaupfélag norður í landi fara að afhenta eitthvað 40.000 matarpakka og ég skil þetta ekki. Akkur við getum ekki bara aðstóða fólk á þess og valdelta í leiðinni með að láta þið bara hafa kort og það getur ekki sjálft keyrt en þá ekki eitthvað að póka, skilur við, og það þarf að standa í röð. Við munum sjá meira af þessu núna næstu vikum á mánuðum, en hvað var það þessi ráða þá að þetta bara reyna að taka þetta ekki álega, reynda að sjá þetta í samhengi og muna það eins og allt í lífinu og sérstaklega þessu landi, og þá breytast hlutin hérna mjög hratt og áður en við veitum af að vonandi í mars-apríl að þá vera hlutin gjör breyttir og nýta tíman og vera góð aðra og fara í bað. Þetta er góð lokaorð. Héðinn Unnsteinsson, takk kærlega fyrir að koma og takk fyrir spjallið. Takk kærlega fyrir mig.